Heilir og sælir kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í nýjasta þáttinn af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá ræði ég við hana Katrínu Eddu Þorsteinsdóttur sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum þar sem hún tjáir sig filterslaust og af mikilli einlægni en þó með heilbrigðri nálgun daglegt líf sitt og fjölskyldu sinnar. En Katrín Edda er 2 barna móðir og vélaverkfræðingur sem býr í Þýskalandi. Við spjöllum lífið og tilveruna, við spjöllum aðeins munin á Íslandi og Þýskalandi, hvernig það þarf ekki alltaf að gera allt, foreldra hlutverkið með 2 lítil börn, heilbrigðar venjur, ófrjósemi, andlega heilsu, félagskvíða, ádröskun, heilbrigt samband við mat, þakklæti, frestunaráróttu, ADHD, ofbeldi samband sem Katrín var í og fleira. Og eins og þið heyrið þá förum við víðan völl. Hún segist hafa verið vægast sagt trildur unglingur sem hugsaði lítið sem ekkert út í afleiðingar gjörða sinna og gekk í gegnum mörg erfið ár. En á síðustu svona 4-5 árum þá hefur hún náð að nýta sér hæfileika sína til fulls og til góðs og hún segir okkur frá því í viðtalinu. En mér langar líka að minna á að ég er með ungbarnasund í Suðurbæjarlaug og næstu námskeið hefjast núna 4. mars og ég er með tíma á þriðjudögum frá klukkan 3 til 8 á kvöldin og þið getið fundið bara á ungbarnasunderlu.is og smeltar á umsókn og þá sjáu þið alla tíma sem eru í boði og ég ætla að hvetja alla til þess að sem eiga börn á aldrinum 3 mánuði til 2,5 árs að kíkja á þetta. En svo er það samstarfsaðilarnir mínir sem að ég er svo óendanlega þakklátt fyrir og það eru Nettó, Heilsuhillan, Spíran og Virkja. Og þið hafið kannski tekið eftir því að það er blá lægð í kortunum. Árið 2024 byrjaði Nettó nefnilega markvisst að lækka verðin hjá sér. Nettó ætlar að halda þessari vegferð áfram á þessu ári og bjóða upp á ódýrar vörur á samt fjölbreyttu úrvali án þess að draga úr gæðum. En að kíkið endilega á vöru úrvalið í næstu Nettóverslun eða á nettó.is. Eins og við Katrín ræðum aðeins í lok þáttarins þá er Heilsuhillan með mikið úrval af heilsuvörum. Og Katrín þetta segir okkur frá nokkrum af sínum uppáhaldsvörum, en ein vara sem ég langar líka að nefna er Digest meltingarensím frá Enzymedica. Auðvitað er alltaf best að borða bara holla og góða fæðu og lifa streitulitlu lífi til þess að meltingin sé í toppstandi. En stundum þurfum við aðstoð, sérstaklega til þess að koma okkur af stað í átt að betri líðan ef allt er í voli. En þá gæti Digest Gold hjálpað, en þetta eru virkustu meltingarensím sem völ er á. Veitingastaðurinn Spíran er staðsettur í Garðheimum við Álfabakka 6 í Reykjavík. Hann er fjölskylduvænn bistróstaður sem leggur áherslu á hollan og góðan mat, gerðan frá grunni úr gæðarhráefni. Og á nýrri og fallegri heimasíðu Spírunar, spiran.is, finnur matseðil vikunar, upplýsingar takeaway og margt fleira. Virkja býður upp á vandað nám í markþjálfun þar sem aðferðafræði markþjálfunar er kennd af mikilli ástríðu. Leiðbeinendur Virkja eru meðal reynslumestu markþjálfa heitir það vist landsins og eiga sameiginlegt mörg þúsund klukkustundir í markþjálfa samtölum að baki. Ég er sjálf í grunnnámi hjá þeim og ég hef lært ótrúlega mikið aðferðina og sjálfa mig á stuttum tíma og ég get varla beðið eftir næstu lotu. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði en að fara bara yfir í spjall dagsins. Gestur minn í dag er hún Katrín Edda Þorsteinsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að hafa mig. Já, bara mín ánægin. Nú veit ég að það eru margir sem að hlusta sem að vita kannski hver þú ert, af því að þú ert mikið á samfélagsmiðlum og með marga fylgjendur. En fyrir þá sem ekkert vita þig, hver er Katrín Edda? Ok.
Ég er frá Íslandi. Það er svona eins og því kynningin í Þýskalandi byrja að segja, ok, ég er frá Íslandi, ég er verkfræðingur og ætli ég sé ekki eitthvað svona áhrifavaldur, er þetta að segja það núna í dag? Ég veit ekki, ég er allavega mikið af samfélagsmiðlum, ég er allavega verkfræðingur, ég elska ketti, ég elska líkamsrækt og núna elska ég fjölskyldunum mína, ég hef alltaf elskað fjölskyldunum mína, ég meina, nú eru börnin mín inn í því líka. Já, hvað segi ég, mikið fjölskyldumannski núna svona og dýraelskandi, ég elska dýr, öll dýr, ég elskar líka kóngulær og já, og hvað, en já, atvinna mína verkfræðingur og svona oft svona spyr, hver er þú? Já, ég er hérna eitthvað, þú veist, eitthvað, en já, ég er svona allt mjög líkmanneskja, nema ég er ekki dansari, ég er ræðileg dansu. Já, mjög lélega læra spór og svona, enga samhæfingu. En skemmtilegt það. Maður getur ekki verið góður í öllu, sko. Nei, ekki rá. En þú er rosa góð í mörgu. Já, ég er góð í mörgu. Ég var ekki góð í bókfærslu held ég, en já, og lögfræði. En að því þú nefnir áhrifavaldur, hvernig verður maður áhrifavaldur? Hvernig byrjaði það allt? Sko, það var náttúrulega, ég er örugglega seinasta manneskjan sem hefði ætlað að verða áhrifavaldur. Fólk, þó ég sé svona opin út af við kannski og fólk svona einhvern veginn, já, þú veist, og ég er svona nett ávirk líka, ADHD-greiningu hérna, já, sem var kannski, já, ég hef alltaf verið svona kannski svona hvatvís og einhvern veginn svolítið ofvirk, en samt svona introvert innan við beinið og pappi minn einhverjur og svona, maður er svona með alls konar svona tendencies og en hérna, og það var ekkert sem hét áhrifavaldur í lok 2014 og 2015 þegar ég byrjaði á Snapchat, en ég sem sagt flutti eftir námið mitt í Forsenstúdíu Þýskalands til þess að fara í mastersnám í vélaverkfræði, kláraði það og flutti svo til Stuttgart að því ég fekk vinnu í Bosch þá, sem svona sem var í bílaiðnaðinum, við búin til bílapart og bílahugbúnað og þekkti engan, þessi engan þá var ekki einu mannskja og ég byrjaði bara einhvern veginn þá það var samt eftir námið mitt ég kláraði sem sagt mastersríkina mína 30. nóvember gaf ég inn og 1. desember flög ég til Suður Afríku og var þar í 3 vikur á sjálfboðaliði á svona ljónabúgari og þá opnaði ég Snapchatið mitt sem getaði public, það var sem sagt í lok 2014 og ég var þar í 3 vikur og svo flög til Íslands í viku og svo kom ég til Þýskalands og byrjaði í nýju vinnunum minni daginn eftir það. Þannig ég var með opið Snapchat, það er ástæða fyrir ég var með opið Snapchat, það var ekki út af að ég ætlaði að vera áhrifavaldur, ekki það var ekki til. Og þá byrjaði ég rosa mikið bara eitthvað að tala og eitthvað og átti 2 ketti sem voru alltaf veikir og ég borðaði rosa mikið súkkulaði á þessum tíma og þá byrjuði bara einhvern veginn alltaf fólk að hrannast inn frá Íslandi bara, já, ok, hvað skrýtna skvísir þetta eitthvað í Þýskalandi með 2 veika ketti borðandi súkkulaði alltaf daginn og var í fitness, já, ég var alltaf í fitness áður, þú veist. Á Íslandi? Já, á Íslandi og í Þýskalandi og Austurríki og Bandaríkjunum og Ungverjalandi. Ég var að keppa í 10 keppnum á 5 árum í einhverjum löndum. Já, akkurat þessi 5 ár sem ég var að læra bachelor og master í vélaverkfræði, sem er ekki beint tíma sem að fólk myndi halda að maður ætti að fara 2 sinnum á dag í ræktina. Það er mikinn aga. Það er mikinn aga, já, algjörlega. Og kannski létt svona létt, þú veist, allar að segja svona, þú hlýtur að rosa skipulöð, að því ég var líka, því ég var á Íslandi í bachelornum mér þá var ég að vinna, ég var í 3 vinnum, ég var að vinna á nætunar og daginn og bara allar helgar og svaf bara eiginlega neitt og fólk var að segja bara, já, þú hlýtur að vera rosa skipulöð að gera þetta og ég bara, nei, ég held að ég sé bara kannski var þetta líka með hvatísuna, ég ákvað að gera eitthvað hluti og svo gæti ekki bakka út því, ég bara, já, ég er að fara að keppa, ég er að fara að standa sviði eftir 3 mánuði, ég verð að vera, þú veist, þannig að ég bara gerði hlutina og það reddaðist alltaf. En já, og sem sagt þarna í byrjun 2015 þá byrjaði ég bara að tala eitthvað einmitt mikið og byrjaði bara fólk að fylgjast með mér og ég var komið með, og þá var ég ekki mikið á Instagram, ég byrjaði semst að vera á Instagram en það var svo mikið eitthvað svona fitness fólki frá útlöndum sem að ég vildi ekki tala við, ég vildi bara tala við Íslendinga, þannig að ég var meira þá Snapchat, en svo byrjaði Snapchat að færast meira yfir á Instagram og þá svona einhvern veginn, og ég byrjaði bara þar að tala meira bara á Instagram og hérna á íslensku og þá, þú veist, bara einhvern veginn fóru bara útlendingarnir í burtu og Íslendingarnir komið þannig yfir og svo byrjaði bara allt í þetta með, þú veist, fyrirtækjari, ég meina 2015-16 var bara, já, má ég gefa þér, þú veist, sendu bara eitthvað, gefa þér eina, ég veit ekki, maskara eða sápu eða whatever og maður sagði bara, ég fekk þessa sápugjöf eða þú veist, þetta var náttúrulega allt öðruvísi og svo náttúrulega bara einhvern veginn komu tækifæri upp sem að gera náttúrulega bara ennþá skemmtilegra og bara gott að hafa eitthvað svona side hustle, sko, þú veist, þó ég var alltaf þurft samt að hafa þennan kontrast, þú veist, ég var í fitness sem var að standa í bikini upp á sviði en ég var í vélaverkfræði í HÍ, þú veist, þetta var svona svart og hvítt og ég þurfti á því að halda, ég hef ekki getað að vera, þú veist, allan daginn í ræktinni eða verið engaþjálfari eitthvað og núna í dag, þetta veist, þá er ég að vinna í Bosch sem verkfræðingur sem er líka mjög bara, þú veist,
allt annað en áhrifavalda Instagram heimurinn og mér finnst mjög gott að hafa þetta svona bæði, þetta mjög óleikt og já, einhvern veginn henda mér. Já, en finnst þú þá alveg geta sett skýr mörk þarna á milli, þú veist, þegar þú ert í vinnunni, nú ertu reyndir í fæðingarorlofi, en þegar þú ert í vinnunni, þá ertu bara í vinnunni, þá ertu ekkert að sýna endilega frá. Nei, ég get það bara ekki, eða þú veist, ég náttúrulega bara ég var með 40 tíma á viku, þú veist, og svo eftir að eignast Elísu þá minnkaði ég í 35 tíma á viku, sem eiginlega bara svona basic held ég hérna, en þú veist, ég bara fundum mig allan daginn og bara í skrifstofunni og þú veist, og ég get ekki, og pluss ég má náttúrulega ekki sína frá neinu sem í vinnunni, sko, það bara, þú veist, ég má ekki sína neina gögnin, þetta allt, þú veist, við erum að vinna fyrir bílaframleiðendur, þú veist, Volkswagen og Porsche og allt þetta og geta ekkert sínt bara, já, sjáu þetta það sem þið ætla að gera hérna næsta ári og þá fengi ég örugglega einhverja kæru og ég ætla að reyna að sleppa því í Þýskalandi og svona, já. Nei, þannig það alveg, þú veist, já, algjörlega sitt og hvað, sko, þannig að eftir vinnu þá vinn ég í einhverju samfélagsmiðla efni og helgar en það náttúrulega aðeins auðvildara núna í orlofinni þegar ég ekki með dagvinnuna í Boss. Akkurat. En ég get ímyndað mér að þetta sé rosalega mikil vinn að vera alltaf að sína frá. Hefur aldrei fundist þetta að verða eitthvað yfirþyrmandi og mikið kvöð eða eitthvað þannig? Kvöð kannski ekki, en jú, yfirþyrmandi. En ég bara hef alltaf verið með þetta einhvern veginn, sko, þörfið, ég veit það ekki. Ég bara einhvern veginn, ég þarf bara einhvern veginn að segja, mér langar alltaf að segja frá þetta. Hefur alltaf verið bara eins og svona dagbók fyrir mér, þú veist. Og það er kannski þess vegna sem að gerir mér auðveldar fyrir mér að vera áhrifavaldur, þú veist, þannig að því að ég hef bara alltaf verið að segja frá anyways hvert ég er að fara, hvað ég er að gera, hvað ég er að nota og mér finnst það gaman og þannig ég þarf ekki, og ég líka alltaf verið bara ómálið og bara whatever í story, sko, þannig ég þarf heldur ekki að gera mig til fyrir það sem er mjög henduð og en einmitt það svo byrja ég einhvern tímann að texta öll storyið mín og þetta tekur ótrúlega langan tíma ofta að gera stories og stundum er ég bara svona, ok, ég þarf ekki að taka upp allt og þú veist, að því að eftir á þá er ég að eyða kannski 1,5 tíma setjandi sófanum að setja allt inn og texta kannski frá líka einhverju sem er ekki eins og það merkilegt, ekki það, ég segi ekki nefnilega frá hluti sem er mjög merkilegir en fólki finnst gaman hlusta, en stundum er ég svona já, það er kannski aðeins að stoppa af að þú veist, ef ég alltaf er að taka einhver 60 vídeo, þá verð ég að muna að ég þarf að posta söllu inn og gera texta og þetta tekur tíma þú veist, þetta er ekki bara, ég er ekki bara að taka upp og posta, þú veist, þetta er ekki þannig, þú veist, þannig að þetta er mjög mikil vinna og stundum, já, ég ætlaði að mynda eitthvað að reyna eitthvað aðeins að minka en ég textum og lítið, en mér finnst það bara mjög gaman Einmitt, sko, ég byrjaði bara að fylgja þér í fyrra og mér finnst rosa gaman að fylgja þér að því mér finnst þú bara, þú kemur til dyrana sem þú klætt, þú ert rosa bara svona opin og hreinskilin, það er ekki alltaf að vera að sýna einhverja glansmyndin sem maður upplifir á mörgum stöðum, þannig að bara ótrúlega gaman og bara takk fyrir að vera þú. Takk fyrir það. En ég veit líka að þú hefur alveg fengið stundum svona skýta komment. Já, alls konar. Já, bara, alls konar rugl. Já. Það er bara, þú veist. Hvernig dílar við það? Veist það, ég dílaði alltaf með voðalega eitthvað mikið afslöpun. Ég sé svo oft, eða þú veist, ég er búin að vera í kringu svo mikið alls konar fólki og var í sambandi með manni sem var alveg bara já, við myndum að segja kannski, þú veist, andlit ofbeldi en það kom bara úr óöryggi og ég sé svo oft skína óöryggi gegnum fólk sem að, þú veist, og þá hugsa ég einhvern veginn alltaf bara, vá hvað þessu einstaklinga líður illa með sjálfan sig, þú veist, svo oft maður svo segir bara, þessi er bara öfundsjúkur það er samt ekkert bara beint öfundsíki heldur er þetta í rauninu bara, já, fólki sem finnst það kannski, ég veit það ekki hafa það, þú veist, nógu gott eða líður eitthvað skonar, vill einhvern veginn upphefja sjálfan sig með því að láta, þeir heldur kannski að ef allir aðrir myndir líta illa út þá líði þeim aðeins betur og þetta er eitthvað sem mér finnst oft skína í gegn við mörg svona eitthvað svona komment sem eru actually svona skýta komment sko, þegar við erum að tala bara þú veist eitthvað drullið mig, en svo er náttúrulega bara oft eitthvað gaggrín eða eitthvað svona, oft er líka bara eitthvað sem er að setja út eitthvað sem álur rétt á sér og svo eru líka bara oft veikir einstaklingar, þú veist, ég vil bara fengi, þú veist, það er alveg sumir sem eru bara augljóslega andlega veikir sem að kannski er endalaust að senda eitthvað og já, þannig að það bara, maður þarf bara svona að meta út fyrir því, en ég eiginlega reynir bara alltaf að mæta með mildi og svara að virðingu og eins og sé, ég fæ líka alveg oft mörg skilabóð og ef ég opna skilabóð, ég reyni að, þú veist, að allavega svara þeim og ef það er eitthvað, þú veist, þá stendi ég bara voice message, þú veist, það tekur kannski bara fyrir mig 15 sekundur, í staðan fyrir að skrifa ykkur í þessu texta. En já, þannig að það er bara svona mismunandi eftir hvernig kommentin eru, en ég hef aldrei tekið einu persónlega þannig sko, nema að sé eitthvað sem að ég ætti að taka persónlega og þá lít ég inn á við og er bara eitthvað, já ok, þú veist, átti þessi gagnrýni rétt á sér, já, eitthvað. Þannig að bara, já. Já, nei, bara, nýjasta sem ég man eftir var, þú
Þú settir inn einhver hefði verið að, segðu þú hefði verið að kvarta svo mikið að börnin væru erfið og eitthvað svona. Já, einmitt þakklætt, það var einmitt, ég fekk þau skilabóð sem að, það var, ég var einnig bara, þú veist, það var svo skrítið, það var svona einstaklingur sem sendi mér, ég fór í gegnum þess að tæknifrjókanu til þess að eignast bæði börnin mín og glíma við ófrjósemi bara, alltaf, ég bara með PCOS, fyrir aldrei blæðingar, fyrir aldrei eglós, þetta var bara mjög straight forward, ég get ekki verið ólétt náttúrulega og það var alveg mjög mikið ströggl og ótrúlega erfitt og bara, mér liði mjög illa og allt það og ég deildi til dæmis ekki því fyrst þegar við vorum gangið gegnum það, því ég bara treysti mér ekki til þess. Og svo ég núna með eina 2 ára og einn tæplega 3 mánaða og það bara mjög erfitt oft, ég held að enginn sem að geta sagt mér að það sé ekki erfitt að vera með 2 börn með 2 ára villibili þegar þau eru ný og það bara mjög margt sem mjög erfitt sem ég oft að deila og þá kom einstaklingur og segja við mig að henni finnist þannig að ég sé að tala aðeins of mikið hvað erfitt að vera mamma og að ég geti sært þær sem að reyna að verða óléttar og geti gegnast börn og að hún, við viljum sjá þig meira þakkláta og ég var bara, fyrsta lagi var ég bara, fyrsta lagi segið bara svona, þetta er kannski greinilega einstaklingur sem triggeraður af því að sjá mömmu vera, með manneski sem ábönd og ég sagði það náttúrulega bara tilbaka að skilja, að það ég man líka bara eftir sjálf að hafa verið trygguruð af einhverjum óléttum konum bara, mér er svo óglatt, svo erfitt og ég var bara eitthvað, þú ert ólétt, ég vildi óska að ég var ólétt með meðgöngu einkenni og ég hugsaði þetta ótrúlega mikið og mér varst mjög erfitt að fylgja þá konur sem voru óléttar eða nýbúna eignast barn og allt þetta að því mér langaði svo gangum gegnum þetta sjálf og þú veist, þannig að ég skil hana en þú veist, en ég var líka bara, þú veist en ég vissi ekki einu svona hvort hún af því að ég hefði sjálf farið gegnum allar þessar meðferðir og ég vildi það freka að ég veit að margar sem hafa fyrir gegnum eru með ófrjósemi og eru að glíma við þetta líta líka minn aðgang sem svona jákvæða upplifun af því og gefa von að þetta gæti komið, þú veist, þetta gæti virkað, þú veist, það gæti orðið foreldri þannig þú veist, það þannig að eins og segja, ég bara horfði fyrst bara á þegar skilabóð, ég bara henni líður greinilega illa og ég skil það að því mér leið líka illa og benti bara á, þú veist, kannski bara best fyrir þig, þú veist, að ekki fylgja mér og ekki horfa mitt efni á meðan þú ert að ganga gegnum þetta, fullt af aðgangum bara í gegnum sem þú veist, sem eru með konur sem eru að díla núna í augnablikinu við ófrjósemi og meðan að ég í augnablikinu, ég er alveg að díla við ófrjósemi en ég er ekki að díla við það að reyna einhvers börn allavega, frá náskilið, þannig að eins og segi, þetta er svo mismunandi skilabóð og maður þarf bara alltaf að díla við hvert og eitt og ég sé bara alltaf einhver einstakling sem líður illa að einhverjum ástæðum hann á bakvið. Voruð þið þá búin að reyna lengi? Lengi. Við byrjum ekki saman fyrir í lok 2018 eða eitthvað og ég og Markus og ég segi við hann bara tildulega, fyrst þetta er ángríns, þegar við ákveðum að vera saman, ætlum að vera saman, þá segi við hann bara, langaði börn. Og hann var bara, að því ég ætlaði ekki að lendi í sama, ég lendi með mínum fyrrvandi klikkaða fyrrvandi kærasta sem að segi við mig basically bara ef ég hefði ólétt óvart þá ætti ég bara fyrir fóstureyðingu og það var bara þannig og hann var bara fannst mér ég var bara alveg hann fór bara út á heimilinu 3 daga því ég var svo stjórnsöm að segjast að ég myndi ekki fara í fóstureyðingu eftir hún var saman næstu 3 ár og ég með ófrjósemi og ég bara ég ætla ekki að lenda í svona bull aftur og bara fá þetta bara hreint og ef Markus hefði sagt bara verið bara overwhelmed og þá má hann bara fara skilju ég ætlaði bara ekki að díla við svona aftur þannig að ég sagði bara við strax bara ég vil að leika spönn og ég með þetta og þess vegna vil ég ekki bíða leiki þannig við, þú veist, bara eiginlega mjög stutt eftir það hættum á getnavörnum þú veist, og það gekk náttúrulega sjálfsög ekki og svo, þannig að þetta var 2019 sem ég hætti á getnavörnum og við förum 2021 í meðferðir 2020 förum við fyrst í frjósemis með klínikina, það kom að kalla út í Þýskalandi og vorum búin að prófa tæknisæðingar fyrst og svo vorum búin að prófa IVF, sem sagt tæknifrjóvgun og við fórum í 2 sprautumeðferðir og 3 uppsetningar fyrst til þess að eignast Elísu, ég var ólétt af henni í, hvað var það hún er alveg að rugla eitthvað 2022 í febrúar og hún kemur þarna, fyrir ekki 15. mars, skiptir máli allavega. Anyway, þannig að hún kemur loksins í heiminn í lok 2022 þannig að í rauninu voru búin að vera í 3 ár að reyna 2 ára í cirka í klinikinni og svo bara stutt hún var eftir að hún kom í heiminn þá var hún
eins ás eins og, nei, hún var ekki eins ás, hún var alveg, 2023 fer ég allavega fyrst skipti í uppsetningu aftur og við áttum fleiri fósturvísa til þess að eignast sem sagt Aron sem ég á í dag og það hefnast ekki og þá prófum við aftur sem sagt 3 mánuðum eftir það var sem sagt í febrúar í fyrra 2024 og þá varð ég ólétt og já, þannig að þá hann kom í heim í nóvember í fyrra. Hvernig þessi andlega líðan og vegferð að þessi óvissa, þú veist, að vera í gangi gegnum svona? Umuleg, sko. Þetta er, þú veist, honestly að segja hvernig þetta er, sko. Þetta er, þú veist, ekki það, ég bjóst alveg við því að yrði erfitt, en svo maður einhvern veginn geð spenntur að fara í tæknifrjókun og heldur bara einhvern veginn að gangi upp og ég tók þetta öllu vídeo, þú veist, fyrst voru ég eitthvað að segja vinum okkar frá, já, nú er ég að spreyta mig og bla, bla, bla og svo bara, þú veist, fyrstu spreytu meðferðin þá, þú veist, náðu þau hvað bara 4 eggjum og þú veist, og 2 frjóvguðust á næsta dag og þetta er svona ferli sko þannig að vanalega eru fleiri sem frjóvgast og þú veist, maður er heppin eitthvað með kannski 13 egg og svo er þetta eitthvað svona þróa áfram bla bla og við allavega, þú veist, þau voru bara sett af strax upp og það gekk ekki, þú veist, það var bara ekkert, þú veist, það var alveg bara og þá var ég bara, já, ok, fyrstulega ég fekk bara engin eggbú og í öðrulega gekk þetta ekki einu sinni, þú veist, hvað er þetta að fara að taka svona tíma og pening og allt þetta, þú veist, og svo er þessu í Þýskalandi að borga sjúkratryggingu helmingin ef þú ert giftur, ekki annars. Okay. Þannig ég var bara, við verum bara að gifta okkur, skilur við, þú veist, þannig þá erum við bara að flýta okkur að gifta okkur, sem man alltaf kannski heldur ekki eins og maður var kannski óska sér rómantíska trúlofuna og bla bla og gift, þú veist, eitthvað, þetta var allt bara svona, já, svo flýttum við okkur bara að gifta okkur 21. janúar 2022 á föstudegi og mánudegi var ég farin bara með alla pappíra að redda einhverju sjúkratryggingar til þess að fara í uppsetningu og eitthvað og þetta var allt og sama tíma er ég á samfélagsmiðlum að já, að ég var ekki tilbúin að deila þessu veist, á þessum tíma, þá var ég veist, og ég deila öllu, veist, ég bara að eitthvað er erfitt þá var ég bara að segja öllu og bróður minn sem að bjóða í Svíþjóð, hann dó líka í lok 2021 og í Svíþjóð og ég var að fljúga þangað og daginn eftir að ég kom heim úr þeirri jarðarför þá byrjaði ég í þessar sprautu meðferð sem að virka ekki. Wow. Já, þannig að maður var bara í ruglinu, sko, þú veist, og á sama tíma var ég að gefa dagbókina mína í fyrsta skipti, bara saman mánuði, flög til Íslands í 4 daga til að halda útgáfapartí, þú veist, og var bara, já, þannig að þetta var alveg hella, þú veist, og náttúrulega í fullri vinnu í Boss og í samfélagsmiðlavinnunum og allt það. Þannig að það fannst mjög erfitt að geta ekki deilt á samfélagsmiðlum til dæmis þessu, en ég var bara ekki tilbúin að vita af öllum já, þetta gekk ekki, blu, eða þú veist, bara ég var ekki tilbúin til þess, þannig að, og mér leiði bara, já, mjög oft mjög illa og hormónu líka að gera þetta auka, þú veist, allt þetta, þú veist, þannig að, já, þannig að þetta er bara ógeðslega erfitt og svo einhvern veginn, svo gekk þetta og þá fyrir maður að hugsa samviskubit að því það eru aðrir sem var að fara gegn ófrjósum meðferðum sem hafa að fara gegn 10 meðferð og það er ekki ennþá ólétt en ég, þú veist, þurfti bara 5 eða 6 eða þú veist, þetta eitthvað og maður er bara alltaf einhvern veginn haustum á sér með samviskubit og líða einhvern veginn skringilega, já, þannig að þetta er ekki gaman. En nú áttu 2 gullmóla. Algjörlega, bara ótrúlega þakklátt fyrir það, sko, það er bara, já, þannig að maður var alltaf, þú veist, alltaf náttúrulega bara að reyna, þú veist, og eftir að eignast Elísu fyrst skilur, þá var ég bara, þú veist, mér langaði alltaf að eignast 2 börn og þú veist, og eignast systkini fyrir fyrsta barni, en ég hugsaði alltaf náttúrulega bara, ok, ef ég eignast eitt barn, hvað það verið frábært, þú veist, geggjað. Og þegar ég eignast hana, þá var bara, ok, þú veist, við ætlum að reyna að eignast annað, skilur, en ef það er ekki, gengur ekki, þá, þú veist, þá á ég allavega 1, þú veist, þannig að og nú ég 2 og ég skil það ekki eða þú veist, það var bara stundum ég bara að horfa á þau og ég bara, þú veist, reyna bara ekki að grænja hormónar líka en það er bara, já, þetta er ótrúlega skrítið líka svo fljótt að líða tíminn og ég horfa stundum á þau bara, fyrir, þú veist, einhverjum 4 árum var bara lífið mitt, mér leiði bara ekki eða þú veist, þetta var ótrúlega erfitt. Eða 6 ára þegar ég var með þessum klikkhaus í sambandi, eða 7, 10 líður svo hratt og maður er bara eitthvað, já, bara ótrúlega fljótt hvernig skrítið hvað lífið eitthvað nefn breytist og fljótt. Það við að verða foreldri, það breytist rosalega mikið. Já, ekkert smá. Það er bara enginn geta eitthvað nefn, já, undirbúið mann fyrir það. Hvað fannst þér svona helst vera breytast?
fyrstu breytingarna við að eignast Elísu var allavega 100% að ég gæti ekki plana daginn minn eins og ég var vön að gera. Ég var vön að vakna á morgnana, skrifa í dagbókina, ég ætla að gera þetta. Svo bara allt í einu vakna ég og ég gerði, dagur búinn og ég gerði ekki neitt. Ég bara fyrir ekki að það. Já, ég man eftir þessu. Og maður er svo fastur og þú veist, og þetta var alveg, mér fannst það mjög erfitt, svona fyrstu mánuðinir, bæði að adapta skilur við það að þú hefur ekki stjórn á hlutunum. Og náttúrulega líka bara að það er einstaklingar sem er háður þér alltaf, þú veist, og hún var líka svo ótrúlega brjósta sjúk, hún tók ekki snuð og ég var bara snuð hennar, hún vaknaði á klukkutíma fresti alla nóttina, alltaf bara þá hvernig hún var 7 mánaða fór ég í herbergi, þá fór hún svo gegnum nóttina ég held bara, ég alveg bara, tjókið mér það ok, þú skor ekki svöng en já, þannig að þetta var svona mestu kannski viðbrigðir aðalega, já, að þú ert ekki lengur, þú getur ekki stjórna hlutunum eins og þú gast áður og það er bara já, þú er bara einhvern veginn að lagast að því, venjast því. Bara dásalmætt að þetta gekk allt saman að lokum og bara gaman að fylgjast með. En að því þú nokkur sem er búin að nefna fyrrverandi samband. Já. Og ég hef aðeins heyrt hérna að það var mjög erfitt. Já, hann var gjörsamlega klikkaður og þetta er svo eru svona samböld svona líka að maður ætlar ekki að tala hann eða það, en einhvern veginn er alltaf einhver hlutir sem minna mann á það og þá óvart kemur það alltaf og ég held að þetta sé bara eitthvað sem að, ég veit ekki, þú veist, það er 6 ár síðan 2018 hættu við saman og ég er ennþá alltaf eitthvað sem tryggur það bara þú veist, en hann var bara mjög controlling og þetta var semst á þessum tíma sem ég byrjaði á samfélagsmiðlum eiginlega þegar ég bjó ein og þekkti engan og ég var einhvern veginn bara komin með til nýtt umhverfi og nývinna og allt þetta og var bara ótrúlega immana og það var líka bara ástæðan fyrir ég byrjaði mikið á samfélagi að tala því ég var bara, ég hafði engan til að tala við íslensku og þú veist, það var bara og það er bara engan til að tala við og svona og svo kynnist ég honum bara nokkrum mánuðum eftir það og hann er franskur, algjör lofbomber, bara endalaus að gjafir og endalaus þetta og bjóða mér þetta og það var æðislegt sko og náttúrulega svo ástæðan fyrir að hann hætti með fyrrverandi kærastan sínum mér og þær sýndu honum ekki nóg mikla athygli og ég bara ég elsku kallinn og ég skal sko sýna athygli maður bara svona, í dag er ég bara red flag þetta grínast, þú veist en þarna bara, ofta áttar maður sér bara ekkert á orku annara en maður er ekki alveg með þetta maður sjálfur kannski einhverju smá svona krísu þannig var ég bara eitthvað í mjög vulnerable ástandi og ótrúlega bara fannst æðislegt að einhver var þarna, þú veist, fyrir mig og einhvern veginn, long story short það var hann bara, þú veist, það var bara einhvern veginn verra og hann var bara ótrúlega stjórnsamur og ég átti ekki að fara í ræktina því að, þú veist, ég var nógu, þú veist, fitt eða eitthvað, í öll fötum mín voru bara ömulega, þú veist, hann vorkendi mér svo mikið að vera að kaupa mér föt í H&M og eitthvað, ég ætti að vera að kaupa mér eitthvað dýrari föt af því að, þú veist, það bara vorkendi mér fyrir allt, vorkendi mér að vilja, hérna, þú veist, ef ég var að horfa okkur að grín þætti þá var það bara til að gera mig heimska og ef ég var að, þú veist, og ég mátti ekki keyra bílinn hans sem var með heilu reglubók, sko, ef ég átti að keyra bílinn hans sem ég fekk svo, þú veist, ári eftir hann bara saman eitthvað, hann ætlaði að kaupa auka bíl sem ég ætti að æfa mig á áður en ég færi að keyra bílinn hans, sko, þetta er bara svona sem var dætt mér, það var 1000 atriði sem hann var bara, þú veist, það var bara svona galið og eitthvað með, þú veist, að ég gæti ekki þveið þvottin og ég kunni ekki að þveið þvott og ég bara, þú veist, hvernig ég fór í skóna mína og var alltaf líka og ég var bara algjör drastlari og kunni ekki að, þú veist, var bara, já, allt sem ég gerði var einhvern veginn og að taka prótenduft var það sama og að taka stera, þannig ef ég er að fæða með prótenshake, sko, það var bara, já, finnst þetta ekki, þú veist, leiðilegt að þú veist alltaf bara svindla í, þú veist, í íþróttunum, skilur, þú veist bara eina sem svindlir, þú veist, það var bara, hverju einsta degi var eitthvað svona, þú veist, og náttúrulega bara þetta líka með fóstureyðingar og, þú veist, svo var hann að taka, þú veist, og svo ég svo gleymi stundum oft og þá var hann oft að taka hlutana mína og ég held að það væri búið að stela þeim, skilur, þá var hann að, þú veist, kenna mér leksíu, þú veist, að passa upp hlutana mína, já. En hvenær áttu þeir á þessu að þetta væri ekki eðlilegt, eða skilur, þetta var allt, margt sem ég var bara eitthvað, þetta er eitthvað klikað, hann var líka alltaf að gera lista yfir hluti sem ég þurfti að bæta, og fyrst getið á Íslandi þá var hann, til dæmis, hann er algjör sjarmur fyrir framan alltaf þeirra, og lítur ótrúlega vel út, alltaf rosalega flottum dýrum fötum, alltaf rosa mikilvægt, sko, og ég er náttúrulega bara eitthvað hiski, sko, vil hennan, en til dæmis líka var alltaf, þú veist, að setja út að ef ég var að eitthvað með gerfineglur eða eitthvað, þú veist, að ég var svo fake, en einu skiptið sem að sagði að ég væri falleg eða eitthvað var ef ég var uppstríluð, sko, þú veist, það var ekki því ég var umluð eitthvað, en hann var semst ofta, já, og þegar vorum á Íslandi til dæmis þá bara annan daginn, þá vildi hann ekki kissa mig lengur, ég bara, hvað
hvað í gangi? Og bara, segir að þau kom heim og ég bara, já, og það voru það bara 2 vikur þar sem ég var bara leið ömulega þar sem hann var að skrifa bara í notes hjá sér, hluti. Já, 5. deginum þarna, þá svaraði þú þegar mamma þín talaði við mig, en þú svaraði fyrir mig, þú veist, ég bara, og svo var alltaf að tala um röddu mín og eitthvað. Allavega, það var alltaf endalaust þessi listar og einhvern tímann, það var hann var bara fann að búa til hluti, sko, það var talað til dæmis í íbúðinu, hann var alltaf rústi, hann sagði það var alltaf rústi út af mér og köttunum og kettindi eðilaði allt og það var ekki allt í rústi, hann var sko ef það var kannski sokkar á gólfinu og tók hann sko mynd á sokknum og sendi mér að jörfinni, en þú veist og svo einhvern tíma voru að koma heim og hann bara já, veist, það var bara allt í rústi og bara mér líði svo illa og lala og hann var notabenni líka þunglindur, hann fór bara oft heim, oft kl. 6 kvöldi bara, ég fann bara rúm fyrir að sofa pappa svo líka óbildsmaður, bara þeim hans í spað og allt þetta var hræðilegt, anyway og hann, og svo segi ég bara við hann, þú veist, það ekki allt í rústi, hann bara, jú, og ég bara, getum við farið bara fram og þú veist, kíkjum bara, þú veist, bara, þú veist, það ekki allt í rústi, hann bara, og það var bara eitthvað, jú, ok, og þú veist, við vorum bara bæði að koma úr vinnu, þú veist, það var enginn takk til, og þá förum við bara fram, og hann til dæmis bara, já, þú veist, hann til dæmis skótnið þína bara á gólfinu, og ég eitthvað, já, skótnið þína hliðin á mínu skóm, já, þú veist, og svo förum við eitthvað inn í stofu og ég bara, sjáðu, hann glasið þitt, þú veist, og hann eitthvað, og var hann bara úst eila reiður, og svo förum við inn á bað og hann bara, já, þetta, hárblássun hangi bara hann á þessum snaga, og ég eitthvað, hann hefur alltaf hangið hann á að vera, þú veist, þannig að þetta var bara orðið, þú veist, og ég bara, ég er ekki að reyna, svo byrja hann bara reiður, og ég er ekki að reyna að vera, þú veist, að skjóta þig, ég bara sína þér, þú veist að segja sér allt í rústi, það ekki allt í rústi, og hann var alltaf komið með eitthvað svona atriði sem voru ekki, þú veist, og hann var alltaf að segja bara, já, ef þú getur ekki bætti, þá er ekki hamingjusömmur, ef þú getur ekki bætti, þá myndi ekki ganga upp, og einhvern veginn var ég bara, heyrðu, okay, þetta bara, þú veist, ekki ganga og hann fór í 3 vikur eitthvað til Frakklands í frí sem við ætlum að fara saman en hann fór einn og á þeim tíma þá var ég bara eitthvað að fara í ræktina ég var að fá með smoothie bowl bara alla dag það var líka bara, það var ekki, þú veist, allt sem ég borðaði var ekki matur, það var alltaf bara, þú veist, þetta er ekki alveg matur og ég bara naut lífsins tvíleitt og þá var ég bara múin ákveða, þú veist, múin skrifa hjá mig bara alls konar hluti í notes, bara alls konar atvik, eitt atvik til dæmis þegar Íslendingar voru í EM og það voru allir 2015 þegar allir bara voru, þú veist, Ísland með vikingklappið og allir voru fyrir Ísland og Ísland var að keppa móti Englandi og við jöfnuðum hann allt inn í lokin, það var 1-0 og svo jöfnuðum við alveg næstu í lokin og svo allt inn kom hann 2-1 alveg í lokin og ég var að horfa á þetta einn sem inn í stofu og ég bara, allir bara oh my god og ég bara byrja bara svona, alveg bara geggjað, þú veist, og byrja svona hálf bara gráta og gleði og eitthvað og mamma hringir í mig og bara geggjað, þú veist, eitthvað og svo, þú veist, var ég bara búin að skella og þá kemur hann bara inn bara ertu að gráta, þú veist, og gleði bara yfir ykkur fótbolta, þú er aldrei gráta og gleði við mér og hann bara sko drullaði við mig og ég bara með leiðin svo skít í sofanum og það var alltaf að koma eitthvað svona bull, þú veist, og ég var að skrifa bara allar þessu hluti og svo sagði ég bara við hann bara, já, þú veist, þetta bara er ekki að ganga og hann bara, já, nei, þetta er ekki að ganga, þú getur ekki gert með hamingju saman, þú veist, og þá var það bara rauninni búið innan, þú veist, þannig séð, en hann var, þú veist, svo var hann ótrúlega manipulítið eftir þetta, sko, alveg fyrst var hann eitthvað bara, já, ég kom nýja kærustu vil og heyrir frá mér og bla bla, svo hætti hann alltaf með kærustinni og sendi mér þegar ég byrjuð með Markus ári setna eitthvað, já, hvað, þú veist, hvernig líð þér og bla bla og, þú veist, ég myndi alveg vilja vita að þú var komið samband og eitthvað svona rugl og sagðist að dreymt mig og eitthvað og þú veist, og ég sagði bara, já, ok, þú vilt endilega vita, það er komið nýtt samband og hann eitthvað bara, já, ok, mér var bara skipt út, þú veist, sendi mér þá bara eitthvað og aftur fór ég einhverju vörn og bara, eitthvað fáránlegt og þetta var eitthvað fáránlegt og svo heyrði ég ekki hann lengur svo er að tala um það þegar Elisa var eitthvað 5 vikna sko, þú veist, það var 3-4 ár síðan 4 ár sem við hættum saman sendir hann mér e-mail, ég var búin að blokka hann bara risastórt e-mail bara hann hefði fylgst með mér eitthvað stáru fjalleð og sé hvað mér liði vel og bara verið samglættist mér og hvort að við hættum kannski bara hittast eitthvað í kaffi og ég var bara, maðurinn er bilaður sko og svo í eitthvað tíma fyrir rúma ári þá var ég út að borða með vinkonum minni og þá byrtist hann bara allt inn á borðinu og ég bara næstu búin að, ég veit ekki hvað og leiði ekkert smá illa og hann bara, hæ, hvað þú veist þá var hann að leiðin einhverju heimsreisu að fara að finna sjálfa sig, það var alltaf svona eitthvað að finna sjálfa sig sko, og hann sendi mér einmitt sko skilabóð svo eitthvað á Messenger, þú veist, sem var bara message request, hvort þú veitum þetta hittist í kaffi, ég var bara já, þannig að hann er þar En hefur eitthvað velt fyrir þér sko, að því að maður hefur svo oft heyrt svona sambönd í fyrsta lagi náttúrulega eins og þú segir þá byrjaði oft bara þvílíku smjaðri þannig að maður er bara líður eins og maður sé bara bestur í heimi og svo smám saman fer að koma rauð flögg sem maður samt tekur ekki eftir en hvað er það sem heldur manni í sambandi svona lengi það er svo mörg dæmum ástin sem þú ferð á milli myndi ég segja þú veist að hann var þú veist
það var bara, skilur bara, þetta er slúmst, þetta var alltaf meira og meir og því meira sem þú einangraði frá, hann talaði líka og ég tala alltaf mikið við vini mína og náttúrulega Instagram, þetta grínast, ég náttúrulega bara, ef ég tók selfie á mér, hann vorkendi mér og þurfa á viðurkenningu annara, það bara er ekki nóg að hann segi þessi falli, og eitthvað og allt þetta, sko, þannig að ég náttúrulega var búin að einangra mér á því og þegar þú ert og bara þú byrjar bara einhvern veginn að trúa því þú ert alltaf náttúrulega einmana, þú hefur einhvern annan til þess sem er að segja þér að þessi rátt og en er lætuðu samferði að allt sem þú ert að gera sé rátt, þú sért heimsk, auðvitað var ég bara eitthvað, þetta er fáránlegt en svo er þetta bara eitthvað svo ótrúlega lúmst og milli kemur svo bara, þessi ótrúlega mikil ást og ástríða, hann er bara og hvað hann sé, allt inni bara grátandi og bara algjör svona vulnerable narcissist og mér fannst bara, ég var bara með svo mikla ég vildi bara svo mikið bjarga honum af því hann átti ótrúlega erfið æsku pappa hans var Robert sem að mamma er bara svolítið svona rústir innar eftir það allt saman og hann átti líka enga vini og já, þannig að það var bara einhvern veginn alltaf inn á milli gaf mér svo mikla viðurkenningu og það var svo ótrúlega gaman undirslegt en svo til dæmis eins og ammæli mínu þarna fyrsta ammæli sem ég átti með hann og það var bara, ég hef aldrei átti að góðan ammælis á ævinni eitthvað, hann bara tók mig bara þvílíka dýragarð, æði og öndars og gjafir sem var búin að gera eitthvað bara algjört ótrúlega mikið sem hann var búin að gera fyrir mig allavega. Ári eftir það, þá fekk ég eiginlega bara enga gjöf, þá hafði hann, hann hafði keypt KitchenAid vél sem var handa okkur báðum sko, og hann elskaði elda og eitthvað svona sem ég var ekki alveg þar keypti KitchenAid vél sem var ammælsgjöfin mín eða sem til mín, það var gjöfin það var ekkert annað, en það var svona gjöf sem hann langaði í og mér leiði svo illa yfir því að vakka útrúlega mikið samskapið að líða illa yfir því að vera vanþakklátt og svo segir hann mér bara eitthvað finnst þið þú eiga meira skili og það var það því eitthvað ég hafði verið að tala of mikið við vinnufélagi minn sem er líka franskur sem ég bara vinna með hann þá fannst hann ég verið að reyna við hann eða eitthvað já, þannig að maður er bara eitthvað neinn, þú bara hættir að trúa sjálfa þig ég var hætt að æfa eins og ég hafði gert eitthvað sem hafði alltaf aukið sjálfströstu mitt og náttúrulega var ég bara fitnaði líka 10 kíló með honum eitthvað að ég bara byrjaði líka að borða mat sem ég langaði ekki að borða ég mátti ekki borða smoothie skáluna mín og grautin minn grautur heldur ekki eins og alveg það bara að borða eitthvað croissant og pasta aldrei verið pastamanneskja ég eldaði þetta fyrir þig ég bara, allt þetta og maður bara líður út og rítur með sjálf sig þannig að maður fer bara eitthvað að trúa þessum hlutum og vill bara gera allt til að hjálpa þessum einstaklingi það var bara eitthvað það og ég bara eitthvað vön því öllum finnist ég skemmtilega og góð og eitthvað og ég geti hjálpað svo mörgum þannig að ég hjálpa ekki að hjálpa honum en það er ekki að hjálpa fólki sem vil ekki láta hjálpa sér þannig að kannski bara bjargaði þeir pínu að vera alltaf að deila á samfélagsmiðlum já, nema þá var ég eiginlega ekki að deila það var bara, og eftir þetta þá voru margir bara, já, sáu jú, ég deildi alveg mörgu, en ég var til dæmis bara, nú er ég bílnum hans og já, ég þarf að fara svona eitthvað, þurfti eitthvað að bakka svona og fara á, mátti ekki snúa stýrunin nema bílinn var í gangi og býði eftir að vera komið 1200 snúninga eitthvað, ég sagði svona létt frá svona djóki og eins og kettina máttu ekki fara neinn herbyggi, máttu bara vera inn í sínu einu herbyggi og ég bara, já, nú er hann eitthvað vinnuferð og hann átti að drepa mig þegar hann sér að ég er upp í rúmi með köttunum, og eftir að voru bara margir bara eitthvað, já, sáu eitthvað svona hluti sem voru bara eitthvað skrítið, ég var búin að breytast, þannig að ef ég hefði verið að deila öllu, þá hefði bóttfjóður bara, heyrðu, kontuðu burt, skilurðu, en og þá hefði ég örglega áttum með hans betra á sig, en að því maður var svona, já, einhvern veginn. Já, þú kannski varst heldur ekkit með neitt eitthvað stórt hengslanett þarna til þess að deila. Nei, engan þarna, ég var ekki með, ég var bara nýbúin að kynnast einni svona vinnu minni sem ég hitti svona á og til, en ekkert svona nái, sko. Þannig að þetta var alveg, já, og svo fannst mann þetta ekki svo skrítið, það var allt eftir á þegar við hætti sambandinu, þá komum við upp fullt af hlutum bara, sem ég var ekki eins og búin að muna eftir af því að ég líka alltaf svona einhvern veginn einblíðin svo mikið á jákvæðu hlutuna og bara gleymi ofta þessu slæmu og þá var ég alltaf bara eitthvað við erum svo hamingjusöm, við erum svo góða stundir og hann var ofta að segja, við erum alltaf að rífast og glíður umulega, skilur eitthvað, og ég bara, nei, okkur, við höfum svo fínt en við höfum ekki fínt. Það er bara svo ótrúlega áhugavert að því að ég hef sagt frá því áður í þáttunum, ég lendi í einelti. Ég áttaði mig ekki á því að þetta væri einelti fyrir löngu seinna. Þessu skrítið þegar maður er í einhverju ástandi. Það er ótrúlega skrítið og eins og þú segir, þú tókst ekki eftir þessu fyrst. Já, það bara reflekta á þetta eftir á, þá Þetta er svo merkilegt. En svo núna horfum við tilbaka bara, auðvitað. Já, algjörlega. Þannig já, en Þýskaland, sko, maður hefur svona ákveðna ímynd af Þjóðverjum. Já. er svo ímynd rétt, hver er munurinn?
þjóðverjum og Þýskalandi, þetta er svona eins og það er svona mjög mikið munur sko þjóðverjum og Þýskalandi, þjóðverjar, já, ég meina, fólk sem hefur hitt Markus til dæmis, mannin minn, þeir segja bara, þú ert ekki eins og þýska staðlímyndir, enda myndi ég aldrei vera með þannig manni kannski, eins og þessu klísjunni. Ég hef samt segja að það er mjög margt sem er rétt til dæmis að þeir séu mjög skipulaðir, en eftir því lengur sem ég bý í Þýskalandi, þá er ég líka þar, ef sko ég er algjör svona, ég er alltaf, eins og því ég var í verknámi, þá saði hérna, til dæmis, yfirmaður minn, hann saði við mig að ég væri, já, ég held alltaf reiði og óreiðinni, veist, og kom eitthvað svona, einhverja máltæki, eitthvað sem var einhverja, snillingur getur verið í kaos, en eitthvað bla bla, allavega, ég er svolítið svona, ég er með skipulagi í óreiðinu og ég þarf samt á þessu, þú veist, ef við mæta klukkan 10, þú veist, þá er ég komið seinast í 10 núlein. Það er líka eitthvað sem ég fannst svolítið erfitt með börnin mín, sko, að það var að breyta sketsjúlinu mínu. En þeir eru mjög skipulagðir, þeir eru mjög vinnusamir, en svo líka mjög mikið munur á Suður-Þýskaland og Norður-Þýskalandi, svo Berlín er alveg mjög langt í burtu frá það sem ég er í Suður-Þýskalandi, þar sem allt snýst bíla, iðnaðinn og iðnaður og bla bla bla, og vinna og spara, það er allir mjög hugsað, þú veist, mjög mikið peningarna sína, þau vil allir mjög mikið orku, eitthvað, mjög mikið talað bara, allir með sólarpanels á þakinu og tala endalist þá, já, hvað varst þú með mörg kilóvötti eitthvað, þú veist, svona og já, og svo, en þú veist já, svo náttúrulega borða þýsku matur, þú veist, það er svo er kannski svolítið, svona mismunandi að hans breyta með svona kannski hlutverkin eins og að pabbiðin er að vinna, eða maðurinn vinnur og konan er heima, þú veist, mér finnst það alveg búið breytast aðeins, en það er samt ekki eins og Íslandi, þú veist, það er alveg oft, þú veist, mæður eru lengur í orlofi heldur en hér, ekki það hérna er náttúrulega bilað, þú veist, það er náttúrulega bara 6 ára. Bara svo stutt fæðingar. Já, það er bara 7,5 mánuður eða þú vilt vera maksimum án þessar skert sem kona, en hvernig er það í Þýskalandi? Það eru 14 mánuður sem þú fær greitt og þú mátt skipta þessu hvernig sem er, þú veist, nema að það eru lög sem segja til að 6 vikum fyrir fæðingu og 8 vikum eftir fæðingu, sem 2 mánuði, þá áttu ekki að vinna og þá færðu við líka greitt full laun, sko, þannig 2 mánuðum eftir fæðingu er maður fullu launum og en eftir það koma 12 mánuðir sem að þú mátt skipta bara hvernig sem er, þannig ég gæti theoretically byrja að vinna 2 mánuðum eftir fæðingu og Markus gæti tók í 12 mánuði eða ég tek 14 og hann ekki neitt, þú veist, en þannig að það er það, en svo getur maður alveg aukið orlofið upp í 3 ár, en þá eru það, þú veist, skertar tekjur, skilja, en það er alveg mjög algengt að konur eru fleiri heldur en færri sem að úr mínum mömmuhóp, til dæmis með Elísu, sem að voru allavega í 2 ár heima, þú veist, og já, þannig það er, en eins og mammas Markus til dæmis, hún var heima í 7-8 ár örugglega eitthvað svoleiðis og hún er algjör svona, þú veist, perla, sko, þú veist, hún er svo einhvern veginn mikil hugsa hún er mikið elda, mikið baka, mikið og sér út rosa mikið börnin og barnabörnin og þú veist, ég bara aldrei kynst svona fjölskyldu, þú veist, mamma mín er bara vann bara eiginlega, þú veist, pappi minn var eiginlega ekkert að vinna fyrir fjölskyldunni, en mamma mín var bara allan daginn, allan nóttina að vinna og mér finnst alveg svona meira af þessu kannski í Þýskalandi heldur en hérna, en já. Þannig er þetta hægara samfélag? Það er alltaf að tala um að Ísland sé mikil hraði á Íslandi. Nei, ég myndi endilega hægt, ekki hægt, allavega þú veist eins og með þeir eru svo mikið iðnaðir, skilur, að það þarf alltaf að vera hlaupa eftir nýjustu tækni þar. En svona bara eins og tengt fjölskyldunni. Hefa fólk meiri tíma fyrir börnin? Já, ég vil lærfi kannski að með að við Ísland, að því að við eigum svo fáa vini úti sem að eiga börn, þau eru öll svona aðeins yngra við og það er endar munur að þau byrja setna, það er rosa mikið svona háskólanám, vinna, kaupa hús, allir kaupa hús. Það er skipulagið. Og já, hús, kaupa hús og svo eignast börn, þú veist, það er bara 1 barn eða 2 börn. Þú veist, það er hérna allir með 2 börn. Það er mjög mikið af fólki með 1 barn úti. Ég sé það aldrei hér, skilur ég. Og já, þannig að það, og svo er rosa mikið gert úr því að vera búin að plana fríið, alveg löngu áður, sko, ári áður eða eitthvað, sko, og fara akkurat með þegar skólinn okkar, þú veist, og þetta, og eða tíma með fjölskyldun þannig. Þannig að ég myndi segja að það sé alveg mjög mikið lagt upp úr því og hér er þetta kannski, ég held alveg, ég veit ekki, mér finnst bara náttúrulega leikskólamar hér er náttúrulega horrible, sko, og þú veist, og svo er kannski ekki eins mikið í boði að gera með börnunum, þetta er, þú veist, okkur langar sko að flytja heim, en það er svo margt sem að, þú veist, ég myndi sakna frá Þýskalandi. Eins og hvað? Ok, náttúrulega, sko, veðrið er sko eitt, en ekki bara veðrið, skilurðu,
per se heldur að þú getur gert meiri hlut, farið á svo marga staði, þú veist, eins og þessum ótrúlega margir skemmtigarðar, ótrúlega margir dýragarðar, ótrúlega margir bara svona, alveg fyrir allt aldur, fullt af svona barna, fjölskyldavænum hótelum, og sko, líka bara frá sko hótelum sem eru bara með, þú veist, barnagæslu og rennibrautum og sundlegum og öllu bara, þú veist, upp í líka, og líka bara niður í, þú veist, bara svona, eins og við fórum bara í fyrra þegar ég var ólétt hérna á bara svona, hvað svona, ekki með kisti heimil en jú, vorum okkur svona einu íbúð og þetta var svona eiginlega á sveitabæ, þú veist, og nálega svona Pleimólandi, þú veist, og þetta var bara, kostaði ekki neitt, þú veist, og svo var bara hægt að fá eggarna frá hænunum sem var þarna við hliðina á okkur og hægt að fá morgumat, þú veist, alveg svona ótrúlega auðvelt og þetta var rétt hjá okkur líka, þú veist, það er svo mikið af svona allskonar í boði á meðan að hérna er bara ekkert mikið, þú veist, þetta er náttúrulega minna samfélag sjálfsögðu og svo náttúrulega veðrið hérna líka náttúrulega býður ekki upp á allt og þú veist, en það var svo, já, ótrúlega oft sem maður bara kannski bara eitthvað sunnudagur, já, hvað gerir þetta, já, við getum bara, kíkja bara, þú veist, þetta, þú veist, endalist einhvern veginn sveita bara hér með fullt af einhverjum dýrum sem að, með þú veist, kaffihús og borða og sem kostar ekki 18.000 milljónir eins og hérna, flest allt saman. Þannig, já, þannig ég held að það sé svolítið erfitt líka með Ísland, þú veist, að fólk oft kannski fast inni út af veðri, finnst mjög erfitt að vera fast inni með mína 2 ára inni ef veðrið glatað, sko, og ekki ímynda mér kannski 2-4 ára, þú veist, eða eitthvað og svona, þannig að, já, ég veit ekki, það er bara kannski meira í boði oft úti fyrir börnin og fjölskyldur. En þú sagði samt að ykkur langar að flytja heim. Hvað er það sem togar? Fjölskyldan og vinur. Það er það, punktur. Það er eiginlega bara, þú veist, búið. Það er það og það er hérna, þú veist, það er eiginlega ekkert annað í rauninni. En það er bara svo stór partur að allt í það yfirvegð, þú veist, er það meira heldur en vinnan úti, veðrið úti, þú veist, ferðast úti og verðlagið úti, við hjálpum mér. En alltaf bara, þú veist, fólk alltaf bara sjokki í deilistundum hérna matakörfinni, þú veist, ég fyrir meila eins og viku alltaf í Lidl-búðina úti. Já, miklu ódýrara. Miklu ódýrara, þú veist, ég er með risastór körfi með bara, þú veist, mörg kíló af kjöti, ávöxtum, bara neymit brauði, whatever, netusmjör, þú veist, alltaf svona dýrari vörur en að gæslepa, við borgum aldrei meira en 80 €, þú veist, sem þú veist, 13-14 skrónur, skilur við? Vá, maður fæði vallar, sko, 2 haldaboka fyrir það, sko. Nei, ég er bara, þú veist, hérna að fyrir 15 skrónur að kaupa með bara 4 vörur, þú veist, það er alveg, það er mjög mikill munur, og húsnæðismál líka, það er alltaf líka annað, og leikskólamál sem er alveg, við erum með, þú veist, Elisa komst hann leikskóla 1 árs 12 mánaða bara strax og leikskólinn er í, sko, 1 mínútu frá okkur að labba, þannig að, og ef hann hefði ekki komast af, þá hefði hann komist hann leikskóla sem er 10 mínútur að labba frá okkur, sko, þú veist, og meðan hérna, já, en þannig að okkur langar flytja heim, en við bæði, hérna með, þú veist, viljum að náttúrulega Aron kemast beint leikskóla, það ekki vera meðan hérna einhvers stærri dagmömmu fyrir, þú veist, sem ég þarf að keyra 20 mínútur til að fara eða eitthvað svona og húsnæðismál líka, þú veist, þannig að skoða, já, þú veist, að hvort sem búin að safna fyrir hútborgun eða hvernig það er, sko, allt þetta. Þannig að sérðu fyrir að þið flytja kannski einhvern tímann? Já, eftir 2 ár. Það er planið? Já, það er planið. Það er svona planið, eitthvað svona, alveg, já. Þannig að alltaf hægt að flytja aftur? Já, ég segi það líka, já. En hérna, er það rétt að þú varst svolítið bara viltur úlingur? Já, kannski gaman að bakka aðeins, þú veist, aftur ertu eins og þú ert í dag. Hvað hefur mótað þig? Hvað hefur mótað mig? Ég var alveg, það er sem ég segja mig, hvað er fyndið, hvernig lífið breytist, hvað maður fer frá bara einhverju, mér finnst við að hafa eiginlega svo mismunandi tímabil í lífið minni sem er bara svo ótrúlega ólík og já, ég var viltur úlingur, jú, það er þess ekki alveg, ég sé alltaf bara, ég var alveg gersamlega snar, ég var örugglega svona eitthvað kannski eins og margar svona kannski stelpur, ADHD stelpur með ógreint ADHD, hvatvísi, þú veist, það er oft svona, þú veist, ég helst í skóla, bara vægast sagt, ég var mjög góð í skóla, alltaf verið góð í skóla og það var bara einhvern veginn að back of mind að því mamma var líka mikið mentu og ég ætla að vera í háskóla, þú veist, það er bara, þú veist, bara aumingjar sem að fara ekki í skóla, þú veist, ég var bara með náttúrulega attitút lífsminn, sko, 14-15 ára eitthvað og svo var ég var svo ykt í öllu, ég var alveg mjög ofvirk og bara allir töluðum bara, ég var bara kataklikk, sko, þú veist, og alltaf ofvirk og fór, þú veist, bara, ég var með svo bullandi áturskun, ég var alltaf að vera feit bara frá ég var lítil, þannig ég var alltaf bara svona einhvern veginn bæði að svelta mig og bara, þú veist, alltaf í mærum og endalaust í ræktinni og svo bara í einhverjum röngum félagsskap og bara alveg óhrætt við að prófa bara, whatever, þá sem einhver bara, já, viltu prófa hass, já, 13 ára, eitthvað og eitthvað bara, þú veist, einhverju gefum bara einhverju töflu og bara, já, prófa þetta, þú veist, og engar svona, ekkert svona að hugsa þú veist, hérna konsekvensir, skilur, afleiðingar þar á því, ekkert, þú veist, bara ekki neitt og bara
tók bara einhvern var einhver vinur minn í heimsókn, ég tók síman, ég bara heima, síman, já, tók hann og neldi honum í veggina því mér langar bara að sjá hvað myndi gerast það myndi brotna. Og svo átti ég svo mikið peninga því ég byrjaði að vinna mjög ung 13 ára í Bónus og var alltaf að vinna þar. Og svo bara, þú veist, ég var 15 ára með veitingasum, ég var alltaf bara að vera að vinna í 3 vinnum bara frá því ég var lítil. Þannig ég átti alltaf pening og var alltaf bara einhvern veginn að brjóta eyðileggja hluti og borga þá og eitthvað. Og já, ég fór bara, þú veist, og var oft bara í einhverjum partíum eða sumarbústað með einhverju sem ég þekkti ekki, einhverjum eldri gaurum með einhverju bara algjört rugl og það var bara mjög þakklátt í dag, fór ekki verð. En já, og þú veist, og mamma mín var ekki beint að kannski hlaupa eftir mér, hún var alveg, já, við áttum ekki mjög gott samband, ég segi alltaf, já, mamma, við urðum eiginlega bara góða vinkona eftir að ég flutti út, það var alltaf svolítið erfitt einhvern veginn styrt á milli okkar, þannig að ég var bara komst bara upp með að, þú veist, já, ég veit ekki hvort að ég gert einhvern veginn fyrir athygli sem ég vantaði eða eitthvað og eitthvað sem að vantaði já, í líf mitt og þannig að, já, ég átti bara, ég var alveg gjörsamlega mjög hvatvís til, þú veist, 20 ára aldurs kannski, þú veist, ég byrjaði að skána, já, mjög lengi. Já. Ég var í Vestló, byrjaði í Vestló, sko, já, 16-20 ára og það, þú veist, ég var að stela, ég fór í búðir að stela, ekki að ég hef ekki efnað því, ég hef efnað öllu, stál fyrir vinur mín, tók bara eitthvað, þú veist, og bíllinn minn, ég bara, svo fekk ég bílpróf sem ég aldrei átt að fá, þú veist, það bara, þú veist, ég keyrði undir áhrifum, alveg bara oft keyrði bara full, þú veist, ekki full, keyrði, þú veist, við vorum kannski í partí og ég var bara að drekka og fór bara niður í bæ á bílnum og keyrði heim á bílnum, tímdi ekki taxa eitthvað skilur, þú veist, þetta, og þú veist, og hugsaði ekkert að ég gæti bara, þú veist, einu sinni ég man líka, þegar ég einu sinni var að keyra heim frá vinkonum með eitthvað og ég sopnandi stýrið eitthvað, keyri upp á svona umferð eyju og bara, ég vakna við það að það einhver leigubílstjóri sem tekum bara hey, þú veist, bara, hvað gangi, ég bara, oh my god, þú veist, og tek bílinn og ég keyri heim og þá, þú veist, og samt fekk ég ekki þá svona eitthvað svona reality bara, oh my god, ég hef ekki keyrt á mannesku, nei, ég var ennþá bara þarna eitthvað í ruglunni í hausnum. Þið fannst það bara ósigrandi? Já, þú veist, það var eitthvað ótrúlega skrítið í hausnum á mig sem verið gangi og ég, þú veist, missi svo bílprófið þarna líka, ég var tekin einu svona, já, undir áhrifum og ég var búin að tekin svo oft fyrir hraðakstur að ég fekk sko, það var búa, þetta bíla sko, ég misti bílprófið út að ég var undir áhrifum, þannig ég þurfti að afhenda ökuskírteinni, 2 vikur seinna eitthvað fæ ég pósti að ég þurfi að afhenda ökuskírteinni vegna sem kom marga punkta, að ég hafði verið tekið fyrir hraðakstur vikum undan því. Ég gat ekki vegna sem búin að því, þú veist, þetta var bara, ég þurfti að fara á eitthvað svona ökuníðikanámskeið sko, þú veist, þegar ég var á fyrsta ári í verkfræði í HÍ, þannig ég var 20 ára gömul, þá var ég með svona 14 manneskjum með eitthvað í ykkur upp í mjóttinni já, til þess að fá að taka bílprófið mitt aftur og allir bara segja, hvað er þið að gera hérna? Já, ég er nú ekki með vinnu, ég er bara hérna, þú veist, eitthvað bla bla, ég er á fyrsta ári í vélaverkfræði í HÍ, þú veist, eitthvað, þetta var svo súralist, en hausinn var bara eitthvað staðar, ég veit, þetta var bara, tala með þessi framheili þetta tekið langa tíma að þroskast, en ég var bara með, já, það var ég hefði ekki átt að fá bílpróf allar fyrir ég var 20 ára það var ótrúlega skrítið að því að ég var bara svo kærulaus með alla hlutum, týndi öllu hlutunum ég var alveg saman, keypti bara nýja eða eitthvað þú veist, og svo eftir á myndi ég hugsa bara þetta tímabil líka þegar ég var í bílnum að því núna í dag ég er ekki bílhrædd en ég er rosalega meðvituð fólk kringum mig og ég þóli til dæmis ekki umfyrir í Íslandi að það kann enginn nota stefnuljós og það er allir bara svína fyrir alla og enginn er svona að ég hafi ekki hversu heppin ég var að hafa ekki keyrt á einhvern og drepið einhvern þetta er bara, þú veist, þegar þú komið hvað var bara ekki langt síðan að þú veist, maður sér þetta alltaf á til hérna í fréttunum einhvern bara keyrir undir áhrifum og drepur í grúnlengst, þú veist, ég bara já. Hvernig hugsaðu til þessar ungu Katrínar í dag? Ég er náttúrulega bara, þú veist, vorkina ótrúlega mikið, þú veist, og mér finnst það líka ótrúlega bréf og kökkurnar frá greinu en þú veist já, að þegar ég var órétt á Elísu og ég sá að stelpa, þá var ég bara Guð hjálpi mér ef hún verður eins og ég, þú veist að því ég vil að hún hafi gott samband við mig og geti deilt öllu með mér mér fannst, já, þú veist, mér fannst bara á þessum tíma ég var einhvern veginn alltaf svo leið og ég var bara, þú veist, það var alveg pottið þunglindið eitthvað og mér fannst ég kannski, þú veist, og ekki það ég hafi leitað mér eitthvað hjálp eða eitthvað reitt, þú veist, en ég hef pottið þurft á hjálp að halda og þá erum við ekki að tala bara ADHD-lyf, sko, þú veist, Þú greinist alltaf seint með ADHD? Já, það var bara eitthvað sem ég fór bara í, þú veist, í hitufyrra, þú veist, og núna er ég miklu samt, þú veist, að því að ég er bara eitthvað búin að finna aðferði til þess að tækla þetta, skilur, en þarna því ég var lítil, þú veist, þetta var eitthvað, þú veist, ég segi líka bara alltaf því ég var lítil, ekki bara unga, en þú veist, að ég mjög veist, ég bara 13 ára gömul og er að eitthvað, þú veist, þegar drekka og eitthvað blað, þú veist, ég er bara barn, þú veist, og ef ég sé 13 ára börn í dag, þá er ég bara, oh my god, þú veist, var ég bara þarna, þú veist,
og já, þannig að ég myndi bara segja allavega hafa alveg bara ræst frekar vel úr mér svona, eða þú veist, og svo náttúrulega eru fullt af fólki sem að áttu að miklu verð, þú veist, þannig séð, en já, maður hugsa allavega bara einhvern veginn svolítið öðruvísi á þetta núna í dag og sérstaklega þegar ég er á stelpu, skilurðu, og bara að ég vil bara að hún geti talað við mig allt og ég hugsa bara svona já, hvernig ætla ég að koma fram við hana og já, ég bara vona ótrúlega mikið að það verði allavega, hún haldi tröstuð mig, þú veist, þegar hún byrjar á gelginu og allt þetta, sko, þannig að, já, svo skrítið svona að reflekta alltaf á þetta í hvernig þetta var og svona, og hvernig maður er einhvern veginn í dag. En já, þetta mótaði allavega mjög margt af þessu mótaði bara allt einhvern veginn sem kom svo eftir á. Já. Ég hjó líka einhvers staðar, því ég var undirbúið með eftir því að þú sagðir einhvers staðar að þú hefði svona upplifað að þú stjórnaðist af lágu sjálfsáliti og viðkenning fyrir dugnað og kannski þess vegna varst alltaf svona dugleg. Jú, ég var bara einhvern veginn alltaf með þetta innum ég var ekki nógu góð og ég nýtti mér niðurrif til þess að ekki líða betur alls ekki til þess að halda mér á, þú veist, ég sagði alltaf, ég hata egoista, þú veist, þegar ég var svona 13, 14, 15, 16, svo egoista og hrókakikjur er bara versta sem ég hugsa, þú veist, og ég sá enga mun á hrókakikjum og fólk með hátt sjálfstraust, sko, þú veist, og og þú veist, og þarna var ég bara alltaf bara, þú veist, þegar ég var bara 10 öll í skólanum, ég var alltaf langt best í skólanum, þú veist, og hann bara, já, ekki vera svona góð með þig, þú ert ekki góð, þú veist, og eitthvað, og svo, en svo þú veist, þegar ég var komin að eldri, þú veist, þá var þetta ekkit að, þú veist, náttúrulega hjálpa mér og líka mér þess að ég byrja að kemja fitness sem var í rauninni bara, já, fitness geggja, núna í loksins að vera 10% í fitu, þú veist, að því mér langaði ekki að vera, ég var alltaf svo feit, ég var alltaf með þetta á heilunum, sko, var ekki fyrir en ég fór í fitness og þú veist, var orðin eitthvað, þú veist, 6% í fitu og ég sé ég er ennþá með stór læri, að ég er bara með stór læri, þetta er ekki feit læri, þú veist, já, sterk læri og meira svo bara fyrstu svona sviðsmyndina mína, þá er ég bara einhvern veginn að horfa niður og mér leiði bara svo illa með sjálf mig, þú veist, ég bara ekkert sjálfstöld, ekki neitt og þarna og svo í verkfræðinu eitthvað, þú veist, og var ég bara einhvern veginn alltaf að reyna að ég held að byrja svona mest bara svona því ég var komin út 23 ára að ég byrja að nota svona, já, ok, þú ert komin að háskóla í Þýskalandi, þú kláraðir bachelorgráð í vélargerð, þú lítur að vera nú bara ágætt, ekki, vá, hvað duglega skil, vá, hvað geggjuð skil, ég heldur bara það er ekki svo slæmt, þú veist, og eitthvað, og svo þú veist, ég keppti fitness, já, ok, svo vann ég, já, ok, þú vannst nú þarna og það var náttúrulega ekki svo slæmt, svo bara svona, já, en þessi var ekki að keppa og þessi var ekki að keppa, þú veist, þetta er ekki svo gott, þú veist, ég var alltaf aðeins að peppa mig áfram og þú veist, og það hjálpaði, skilurðu, en svo er ég bara, þú veist, svo er það samt ekkert fyrir en bara svona síðan seinustu 4 ár, ég segja, ég var bara einhvern veginn í ruglinu þangað til núna 2019 þegar ég kynntist Markusi, þú veist, ég var bara búin að vera einhvern veginn og þá var ég næstu 30 ára gömul og mér finnst ég bara, þú veist, árun undan var ég alltaf einhvern veginn ótrúlega skrítin hausnum og andlega bara ekki þar og alltaf að reyna að verða betri, eða þú veist, að reyna að þú veist, toppa eitthvað, því ég sagði alltaf bara að fólk að gera svo margt, já, en ég er ekkert góð í neinu, ég sagði alltaf bara, ég er bara svona ágætt, ég er í fitness, ég er samt ekki best í fitness, ég er í verkfræði, ég er alls ekki best í verkfræði, ég fæ ekki 10 öllu, þú veist, og bara svona fín, þú veist, þannig ég var alltaf að reyna að gera einhvern veginn, outperforma allt, að því mér fannst ég aldrei raun og góð, og ég fekk heldur ekki mikið af hrósum þegar ég var í skóla frá, þú veist, bara foreldrar mínu með þannig í kring, þú veist, það var ekkert, það var kannski bara meira, þú veist, mér fannst kannski bara meira að vera lítið úr því, þú veist, það bara svona, já, að þú hver þykist þú vera, þannig sé og mér fannst það kannski bara vera svona kannski einhvern veginn svona eins og það veri einhvers konar gildi í mér að ég bara hver þykist þú vera og þú ert ekki nóg góð og þetta var rosa mikið að móta mig bara öll seinustu ár og kannski núna seinustu bara svona 4 ár sem ég svona þess að þarft ekki að gera allt, þarft ekki að vera í þegar við vinnum fitness og í háskólanámi á sama tíma. Hvað breyttist? Hvernig? Kannski líka heilbrigt samband hafi breyst mikið að hjálpa mér, þú veist, að vera bara í sambandi manneski sem að er bara, já, vá, góð í þessu og dugleg og er líka bara hann er svo chillað líka, þú veist, það er ekkert eitthvað engin pressa og ég sjálfsamt á sama tíma, þetta var svona 2019 var bara eitthvað svona ár sem að einhverja uppreisn æru hérna hjá mér að, þú veist, 2018 var bara hræðilegt ár, þar sem ég var að hætta með mínum fyrrandi, ég var í íbúð þar sem að ég var með ömulega leigusala sem að voru bara að gera í því að reyna að henda mér út, sko, og þú veist, og svo skipti ég vinnu og sem leiði ekki vel í vinnun og þetta var útrúlega skrítið og svo 2019 byrjaði bara árið og ég bara nýbyrjuð með honum, nýbúin að fá nýja íbúð sem að, þú veist, kettnin mínum áttu vera og ég byrja í crossfit líka, þú veist, já, byrja í crossfit, hann var í crossfit, ég var ekki í crossfit, ég hef aldrei þarf fyrir crossfit að því að það er að, þú veist, ég gæti ekki verið eins og Anni og alltaf, þú veist, ég er bara svo umuleg, skilur, gæti ekki fyrir crossfit og kunna ekki muscle up, skilur, þú veist, ég skildi ekki að þetta væri, já, að þetta
allir þú þurfi ekki að vera bestur. Nei, þú þarf ekki að vera bestur. Og þá byrjaði ég líka mjög mikið að hugsa andlega heilsu og ég fekk þetta svolítið mikið svona á heilan, kannski mitt 2019-2020, byrja að hugleiða og byrja að, þú veist, einhvern veginn að hugsa líka andlega hlutan, að ég hafði líka bara einhvern veginn ekki haft tíma, þú veist, að ég var alltaf í öllu og að, þú veist, byrja að hugleiða í þann ángríns, það eitt af mínu markmiðum núna líka, að vera aðeins duglegri í því, að það hjálpaði mjög mikið til þess að fá róhugan og, þú veist, að setja mér svona markmið og gera, þú veist, og bara innlega, þú veist, góða venjur og ég byrja aðeins eitthvað að hlaupa í COVID og, þú veist, þetta var bara einhvern veginn allt fylgdi að og lét mig bara líða betur, þú veist, ég var ekki beint markvist, núna tekið mig í gegn, þú veist, það bara gerðist og bara heilbrigt umhverfi, heilbriða venjur, þú veist, hvort sem að tengt líkamlegu og andlegu, meiri tími fyrir sjálfa mig, þú veist, þetta var bara, ég var ekkert með þetta áður og það munar bara svo miklu. Þannig ég náðalega komið svona í bara þokkulega samtíð á þannig, þú veist, og já, svo náttúrulega auðvitað komið með tímabilið með ófrjósemi og allt þetta sem er ógeðslega erfitt, en þá var ég einmitt mjög þakklátt fyrir að hafa verið allavega í svona tæft ára undan því að vinna mjög mikið í mér, andlegri og náttúrulega líkamlega heilsu líka, skilur, en aðalega andlega, þú veist, ég hef alltaf verið einhvern veginn á hreyfingu svo sem, en þú veist, þetta var alveg bara, já. Og það lemur bara ekki miklu betur. Það kannski liggur beint við að spyrja, þú veist, hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa, hann er alltaf bara mjög margt, mér finnst alltaf bara mjög mikilvægt að vera líða vel í eigin, ég ætla ekki að segja bara, eigin líkama en eigin haus, að höfuð á mér sé að mér líði bara vel andlega og líkamlega og geti verið til staði fyrir fólki sem þetta ekki væntum. Eins lengi og hægt þú veist, mér langar til þess að verða gömul, mér langar til þess að verða, þú veist, amma og þú veist, helst langamma og geta hugsað börnin mín, sko, þú veist, og fyrir mér líka að heilsa einhvern veginn bara að koma í veg fyrir, þú veist, oft sem tala að vera ekki veikur, skilur að sé eitthvað, þú veist, að heilsa er náttúrulega ekki bara, að vera heilbrigður er ekki bara að vera ekki veikur, heldur rauninni að koma í veg fyrir og verði veikur. Mér finnst mjög margt af því sem að, þú veist, ég gerir kannski líka bara ósærátt í venjum, venjum mínar er bara, ég gerir náttúrulega bara margt ósærátt, að það kemur í veg fyrir það, þú veist, að ég verði veikað eitthvað, þú veist, það er fullt af hlutum sem var örugglega búin að, þú veist, maður getur annars meiri bakveikari, þú veist, fallið frá bara litlum hlutum eins og að ég vera bara verkjaður, náttúrulega ekki litlum verkjaður, en vera með litla verki upp í það að vera, þú veist, fá einhverja lífstengda sjúkdóma og allt það, þannig að, já, bara að vera til staðar fyrir alla og líða líka vel, andlega líkamlega. Þannig hverjir eru þessar litlu venjur sem varst að tala þú veist, hvað gerir þú til að hugsa heilsuna? Ég náttúrulega stundur hreyfingu alltaf og það er ekkert mál fyrir mig, þú veist, það er mjög margir sem finnst það erfitt. Ég elska hreyfinguna mína og eftir ég fann, þú veist, crossfit eða worldfit eða þú veist, svona að mæta í tíma á einhverjum, ég var líka komið með sko félagskvíða undir lokinu með mínum fyrirrandi, ég fór í sálfræðimeðferð fyrir því að ég bara leið og ég var komin inn í það sem var fólk og ég fannst ykkur að horfa á mig. Mér var alltaf fundist það alveg sko frá ég var lítil en jógst þarna, mér fannst mjög erfitt að ykkur horfða á mig og ég vissi, ég var að koma inn í rými og einhver horfða á mig, það fannst mér ekkert smá erfitt og þegar ég byrjaði crossfit, Markus þurfti sko opna hurðina fyrir mig all fyrst skiptin og ég fekk sko kvíðakast fyrst skipti líka og fór bara út að því ég var bara, mér leið svo illa að nynni en það gerði mjög gott fyrir mig að byrja í íþrótt þar sem eru fleiri manns líka og félagsskapurinn í því og það eru náttúrulega öllum hvernig þú ert, það er allir bara saman og ég hreyfi mig og mér finnst það mjög gaman og ég held að það sé líka mjög heilbrigt að finnast gaman að hreyfingu mataræði, fyrir mér er sko að þú veist, borða holt að sjálfsögðu en að því að ég hef verið með obsession á mat bara frá því ég var 13 ára ég hef bara alltaf verið með ádröskun hvers konar ádröskun sem það er þú veist, ég hef farið úr að vera með listastól og lótugræðki og yfir í það, þú veist, og svo í fitnessi sem var alveg ákveðin ádröskun fyrir mér sko, að því að ég var bara með mér fannst bara þarna að vera bara, nú er ég bara með rosa heilbrigt samband við mat af því að ég er bara að borða hollan mat en ég mátti náttúrulega bara að borða þessar 5 máltíðir og ekki reitt annað, þú veist og svo var ég sjálf að minnka þær og þú veist, og svo eftir ég hætti fitnessinu þá var ég súkkulaði fyrir að borða ekkert nema súkkulaði binge-eataði það í drasl, sko, þú veist þannig að fyrir mér er það líka mikilvægt að ég sé með þetta heilbrigt samband við mat að ég bara er að njóta þess að borða í rauninni það sem ég vil borða og mér finnst líka bara hollur matur mjög góður og mér finnst súkkulaði og kökur líka mjög góð og mér finnst mjög mikilvægt að geta fengið með súkkulaði og kökur án þess að það færi ykkur öfga og ég sé ekki banna mér það þannig að venjan í rauninni er þú veist, jú, að borða hollan mat en í rauninni er það meira fyrir mér er venjan að þú veist, að
að passa upp á að ég sé með þetta heilbrigða sambandi mat, að ég sé borða máltíðir, að ég sé fá næringu og jú, ég hugsa það að fá til dæmis prótín hverjum degi, alltaf, reyna alltaf að fá nóga prótíni og náttúrulega búin að vera svo mikið að pæla í, macrotracking og allt þetta, sko, sem að hjálpa mér að líka að ég kom með góð tilfinningu fyrir næringarefnum, þannig ég passa alltaf upp á að fá nóg prótín, fá trefja, fá, vítamín og fá allt þetta, sko, þannig að og mér finnst það að hjálpa líka, en svo og þetta náttúrulega bara eiginlega líka með heilsan og svo fyrir mig andlega heilsuna finnst mér mjög mikilvægt að hafa einhvern tíma fyrir sjálfa þig fyrir stað með eins og ég segi, svona aðeins að hugleiða eða hvort sé ekki sem að bara smá pása fyrir sem bara situr einn með sjálfu þér og bara hugsa hvað ég að gera og reflekta aðeins á bara svona sé ekki alltaf fastur í ykkur hamstrahjóli í dagbókinu minni, mér finnst mjög gott að nota hana til þess að kannski skrifa hvernig var vika mín, hvað var að gerast í dag, hvað eitthvað svona ábyrjandi í dag og sem að mér leið vel með, sem ég leið ekki vel með, bara ég sé svona aðeins að reflekta á það og hvernig leið mér með það og þakklæti, ég hef náttúrulega alltaf verið, að pæla, ekki alltaf, núna síðan að ég byrjaði svona 2019, að hugsa oft bara hvað ég þakklátt fyrir og það var einhvern tímann, ég man ekki hvernig var, einhvern tímann, ég man að var bara svona moment sem ég myndi eftir, ég hlakkaði ekki til neins og mér fannst það ótrúlega erfið tilfinning og fór bara að gráta mér fannst allt svo erfitt að ég hlakkaði ekki til neins. Já, og það bara svona, en það eiginlega alltaf eitthvað til að hlakka til, og núna hugsa ég oft bara svona, hvað ég hlakka til, að fá mig bara morgunmatinn minn, eða fá mig kaffi mitt, eða hvað ég hlakka til að fara að hitta þannan, eða og það ekki að vera eitthvað sem er að gerast þessi 6 mánuði, heldur bara ekki svona litli hlutir, og einmitt, og þakklæti bara, það er náttúrulega endalaust sem að við getum verið þakklátt fyrir, það er náttúrulega bara byrja, bara íslenska vatnið, grínast, bara, búið í Þýskalandi, mjög fínt vatnið, þannig að ég bara, vatnið hérna er geggjað, sko, þannig að mér finnst mjög mikilvægt að hugsa það líka. Þetta svona hlutir sem bara einhvern veginn svona, margir litlu hlutir sem þegar maður gera það nú oft og kemst þetta bara einhvern veginn upp í vana. Og þá líður manni ósvarað betur. Já, ég hef mitt hérna skrifa oft í þakklætisdagbók á kvöldin og þetta mitt svolítið æfing. Fyrst skrifaði maður bara svona stóra hluti, svo þegar maður fyrir að skoða svona hvernig þetta breytist þróunin, nú maður skrifa allt öðruvísi hluti. Bara þakklæti fyrir einhver pínu smáatrið, bara einhver katt sem að bara snjómokstusmenninir þegar það er mikill snjóskilur og eitthvað svona sem að spáði ekki segja. Já, ég þarf ekki að grafa bílið minn úr snjónum í dag, eitthvað svona. Já, nokkulega. En þessi dagbók sem þú bjóst til, hvaðan spratt svo hugmynd að gera hana? Það var hún bókaútgáfan sem hafði samband við mig fyrst, Krónika, og hún Heiða frá Króniku sem að sendi mér og spurði, eða hún sagði bara að hún vissi að ég væri, og ég var sko á þeim tíma þá búin að vera alveg 1 ára að skrifa, ekki í dagbók beint, heldur ég var ég bara sjálf í svona eins og bullet journal dagbók, sko, af því að mér fannst engin dagbók að ég henda mér og var, þar að skipuleggja hlutina á eitthvað og hún vissi því og þá spurði hún bara hvernig finnst þér að hanna þín einn dagbók og ég var bara eitthvað, ok, jú, geggjað, af því að mér fannst sjálfur líka bara vanta einhverja, bók sem að henda mér af því að ég var örugglega eina mjög mörgum sem hafði keypt alltaf bara í janúar ógstapepp, kaupa ykkur dagbók skrifa í hana í 2 vikur og svo bara ekki neitt og þetta er alltaf svona, dagsetta dagbækur sko, svo bara ertu ekki að gera henni til februar og svo bara, 1 dagur í apríl og svo kemur eitthvað í júní og svo bara, og svo hendur henni bara í tómri í lokin og já, þannig það var alveg mikilvægt fyrir mig til dæmis að hafa ódagsetta på dagbók 100% sem að geti nýtt bara, það sem ég þarf ekki að skrifa okkur minnst degi, en samt ekki að henda blaðsum. Þannig að og líka dagbók sem að snýst ekki bara to-dos og fundi, það er eiginlega bara alltaf dagbók bara, hvert var ekki dag 8, 9, 10, 11, 12, 13, bara klukkar eins og sérst bara með einhverja vinnudagbók, fyrir mér er það ekki, ég nota dagatalið mitt bara, í símanum fyrir eitthvað svona fundi og þannig og ef það er eitthvað svona sketsjul eða í dagverðinu minni og sem að myndi líka snúa að þakklæti og andlega heilsunni og þessu reflection sem er svo mikilvægt að vera að kíkja á svona sjálfskoðun, að kíkja á bara hvað er ég að gera núna og er eitthvað sem ég vil breyta, þannig að þetta sé svona bæði, ég geti notað þetta fyrir, verkefni dagsins, en ég geti líka notað hann til þess að verða, betri manneskja, að hjálpa mér að hugsa bara, hvað er ég að gera núna, hvers konar venjur er ég með núna sem að ég myndi velja losna við, bara hvað er ég að gera, ég er að borða súkkulakur einasta kvöldi núna bara alltaf, ég var ekki búin að pæla í því og það oft bara gefur mér ekki tíma til þess að pæla í hvað maður er að gera eða eitthvað, eða bara, ég borða ekki neitt fyrir en klukkan 2 á daginn og gleymi þarna eitthvað, og að maður sé þannig að maður svona hugsi bara, hvernig get ég gert venjurnar auðveldri, sýnilegri sem ég langar til þess að gera, og já, mér langar að borða mér ávexti, að láta ávextina vera bara, á borðinu, bara fyrst sem ég sé, og maður sé ekki að gleyma því, þannig að mér langaði bara að setja upp svona dagbók sem væri þannig, þannig ég lít inn á bæði
mánaðarlega á, þú veist, hvað ég er að gera og kannski vikulega og bara, og hverjum degi svona pínlítið reflection, ekki bara eitthvað svona eins og oft sem að markmiða bækur eru bara, já, hvað er markmiðið þitt fyrir árið? Bara, ég veit ekkert hvað ég verði eftir 11 mánuði, þú veist, og hvað ætla þú veist, að geta sett bara eitthvað markmið, og já, ég fekk líka bara svona, hvað sem, svona mindblown, einhvern veginn 2020 þegar ég var nýbyrja að hlaupa og að ég, þú veist, byrjaði að hlaupa og ég var búin að gera markmið eitthvað fyrir árið eitthvað, ég manna ekki eins og sett markið, allavega að ég tók bara eftir 1 mánuðin að ég var búin að hlaupa 100 kilometra án þess að hafa pælt nýtt í því, skilurðu, þú veist, og þú veist, það var bara því að ég var búin að gera það að venju að hlaupa 2-3 í viku, þú veist, x kilometra í senn og þá náttúrulega bara ósjálfrátt varð markmiðið að veruleika í staðan fyrir, þú veist, að fólk er kannski í janúar ég ætla að hlaupa 500 kilometra yfir árið og svo bara, hvað ætla að gera í ekkert neitt, þú veist, eða kannski fyrir út að hlaupa næstu viku og gerist ekki neitt aftur, þú veist og þarf að vera bara check hverju einustu viku, hverju einustu degi helst á minni markmið, sko, þú veist að á venjundaðina, þú veist, hvað ert að gera til þess að upphöða þetta markmið, þú veist, þú reynir bara og hvernig, og ef ég vil geta gert þetta hversin konar einstaklingur þarf ég að verða, þú veist það er manneski sem kann að hlaupa, þú veist ef þú kannt ekki eins og hlaupa, hvað ætlar að byrja, þú veist og þá ertu að líta inn á við, ok, ég ætla að verða hlaupari og hvað gerur hlaupari fer út að hlaupa 2-3 viku, þá ætla ég að gera það að venju, þú veist, og svona út frá þessu svona, hvað langar mig til þess að gera, hvað er mikilvægt fyrir mér mér langar að vera, já, þú veist, fyrir mér eitthvað svona, já, gildi mitt er, þú veist, fjölskylda eða, þú veist, eitthvað svona samskipti, þú veist, já, hvers konar einstaklingur er það, já, þá þurftir, þú veist, að plana, actually, hvað þú ert að gera í vikunni, hitta viniðina eins og viku, þú veist, og hvað þarf ég þá að gera til þess, og bara að gera það svona skriflegt og minna og, já, þetta er bara allt svona snýst einhvern veginn það sem þú ert að gera á hverjum einasta degi, þú þarf ekki að trakka það sem er að gera hverjum einasta degi, en að þú byrjar að pæla í því, þá einhvern veginn rúlar þetta bara á sjálfu sér. En hvaðan kom allt þetta með venjurnar, þú veist, að því þú talaðir að þú varst bara, þér fannst þú bara, þú kannski sagði nú ekki týnd, en þú varst svona bara alveg til 20, svona svolítið bara út allt. Fannst þið kannski bara þörf til þess að skipuleggja þig, eða svona draga þetta saman? Já, ég er búin að vera með, ég hef alltaf verið með frestunaráratu til dæmis, bara alveg sjúka frestunaráratu og bara, þú veist, eins og ég var að segja frá bara þegar ég var 23 ára ekkert annað, þegar ég var til dæmis nýbyrjuð samfélagsmiðlum þá var ég alveg þar að panta eitthvað, til dæmis ég var að fara festival og hvað, með mennkonu minni og þú veist, við vorum ekki með tjald og vorum ekki svefnbók og eitthvað því pakkin kom ekki og algjördraugl, þetta var algjördraugl og þetta var, á þessum tíma var ég ennþá alveg í ruglinni, kom heim og þá var pakkin komið með tjaldinu og þessi kassi, kassin setti bara eitthvað skáp og opnaði ekki hann, ég var alltaf pæli að opnaði ekki kassan fyrir hann flutti út 1 ára síðar og alls konar svona hlutir, ég var með ótrúlega mikið frestunaráratu, gerði ekki hlutina sem ég þarf að gera, fekk svo í Þýskalandi, þú kemst ekki upp með að gera ekki hlutina sem þú þarft að gera, þú ert fullorðin og bara færði einhverjum svona sekt og eitthvað og allt í einu bara ó nei og þú veist, það er bara allt í volli og ég var alltaf að lenda í einhverju ég var að borga í kaþólsku kirkjuna í Þýskalandi í 1,5 ár án þess að vita að því þau hafðu einhvern veginn einhver misskilningur greinlega í byrjun þegar ég var skráð mig í borgina hafði þau bara skráð mig sem kaþólska að ég bara ekki nefnt að hlusta á með eitthvað fjandan sko að því að ég var að tala ensku og ég bara einhvern veginn bara eitthvað sátt svo bara einhvern veginn á launastælinu mínum eitthvað og svo bara fór ég ekki að gera neitt í því og ég bara eitthvað, ég er búin að búst, já, allavega ég var allavega mjög lengi alltaf að drulla mér til að gera hlutur sem ég átti að vera að gera og þannig ég þurfti að byrja að skrifa hjá mér en ég byrjaði ekki á því fyrir en actually þarna 2019 því ég var svona einhvern veginn, ég veit ekki hvort ég var bara einhvern veginn ekki tilbúin í það. Þú veist, það var ógeðslega erfitt fyrst. Var mjög erfitt fyrst að byrja að skrifa hlutin og muna eftir að kíkja hlut á það sem ég var að skrifa niður. Og núna er ég samt í dag að ég ger ekki hlutin nema ég skrifa það niður, sko. Þú veist, og ef ég get ekki skrifað niður, og svo sem náðan ég var að setja í vekjaran til að muna, þú veist, kl. 14:44 að skrifa einhvern tilbaka. Þú veist, að ég er líka alltaf með ótrúlega mikið að gera og ég sé rosalega mikið, þú veist, okkar, hjá okkur til dæmis hjónabandinu og allt það og ég þarf bara að gera ótrúlega mikið hlutum og þá þarf ég að skrifa það niður og ég kemst ekki upp með þetta annað og já, og þannig að ég er búin að brenna mig mjög mikið og mjög alvarlega á því að skrifa ekki niður hlutina eða ekki þannig að skrifa niður en muna eftir að gera hlutina og ég get ekki munað á nema að skrifa niður og muna eftir að kíkja á og þess að fannst sem mitt best að vera alltaf með þú veist dagbók að því að ég get ekki bara skrifa einhvern miða og tíntunum svo mamma mín er pottet með ógreint ADHD alveg í 18. veldi en já, þannig að það var bara einhvern veginn svona varð betra og já, þannig að það er einmitt það sem tala þú veist, ég fór svo í þess ADHD greiningu og var greint með ADHD en ég er samt mjög
já, ég gerði það líka eftir eignast Elísu vegna þess að ég var komið með svo gott prógram að mun eftir öll og gera eitthvað svona hlutina, schedule þetta, en svo þegar hún kom í heiminn þá gæti ég ekki gert neitt, þú veist, og ég var alltaf með hluti til að gera og ég glemdi að gera og gæti ekki, þú veist, og það var ógeðslega erfitt. Fannst þér að breyta miklu að fá greiningu? Svo fannst mér fannst breyta miklu þegar ég byrjaði á lyfjunum. Já. Það, þú veist, það var, já, ég prófaði lyf og það fannst mér, það var samt ekki það sem að truflaði mig mest með ADHD hjá mér að ég get ekki sofnað. Ég bara hausin á mér alltaf á fullu og sko það eitt að vera með hausin fullu en það var líka eitthvað sem var verra því ég var yngri, það var mjög hávært, það var alltaf bara ekki bara eitthvað svona raddir, ég hljómaði eins með eitthvað geðsjóðum, en það var bara mjög mikið á svona alls konar röddum ofan ykkur öðru, mjög hátt og hækkuð svona, því ég einbeitti með aðri að lækka þá hækkaði og ég líka með svona að það var mikið að gera hjá mér stóra rólu, ég held ég að einhvern tímann sagt frá þessu og einhver tengdi við það, ég veit ekki, þetta er mjög skrítið, það er eins og svona risastór pendull í hausnum á mér sem að fer til bara mjög þungt vinstri og hægri og fyrir hraðar og þetta magnaðist mjög mikið á kvöldin hjá mér þegar ég er að reyna að fara svo og ég hef átt við svefnvandamál að stríða bara frá ég var bara lítil og pappi minn samt líka svo þess að hann sefur mjög lítið og þess vegna komst ég líka upp með til dæmis í verkfræðinni að ég tók all-nighter fyrir öll próf, ég var alltaf vakandi frá föstudögum til sunnudags að ég var að vinna á pókerklúbuna nætunar og vinna í heilsuguna á daginn og fór svo í Kattholt á sunnudagsmorgnum, ég var alltaf undantekningarlaust var ég vakandi í að minnst 55 tíma einu sinni yfir helgina. Og þurftur aldrei einhvern veginn svona gæslega bara borga fyrir það? Kom aldrei neitt afleiðingar af svona miklu svefnleysi? Sko, það er alltaf bara, ég veit ekki, ég var til dæmis með, ég var að díla ófrjósemi, kannski við það ekki hjálpa, ég var að keppa í fitness og ég var ekki að kattast eins hratt og allir hinnir. Já, þessi streita. Já, og ég veit að svefn er mjög mikilvægt fyrir það, þú veist, og ég hef pottið verið með kortisólhormónin, þú veist, svo las ég Why We Sleep eftir Matthew Walker og ég bara, guð, þú veist, ef ég hef verið lengur í þessu, þú veist, ég hef pottið, ég fór allavega ekki burnout þannig að ég einhvern veginn krassaði, ég hélt áfram á fullu, þú veist, og komst einhvern veginn áfram upp með það, en eins og segi, þú veist, ég var, þú veist, í fitnessunni og senastu mótunni á Íslandi eftir áðurinn tók mér 1 ár pásu, þá var ég farin að ég köttaði hitaeiningarnar mínar í 800 kaloríur á dag og ég var að æfa, sem er ekki neitt. Að því ég var, þú veist, fyrst mátti ég bara 1 epli, svo köttaði ég hálft epli, að því ég var ekki að köttast eins rætt, ég var ekki að léttast, ég var að fara á svið eftir 5 vikur, ó nei, og bætti inn auka brennslu, þannig ég var að mæta 3 sinnum á dag í ræktina, þú veist, þannig ég fór á morgnana morgunæðingu, fór í háskólan, fór í hádeginu að liftaði eitthvað, fór að, þú veist, og fór svo aftur kvöldi árin fór svo að fór ég á brennsluæðingu, þú veist, og þetta var bara, já, þú veist, þetta var einhvern veginn bara, ég var á bara einhverjum yfirsnúning alltaf, en mér fannst, og mögulega, þú veist, kannski þá, ef ég veit samt, svo hugsaði samt, ég hefði ekkert endilega vel fá greininguna fyrir því að þú veist, maður er þakklátt fyrir það sem ég er í dag, skilurðu, og allt sem ég gerði, þú veist, ef ég hefði ekki gert allt þetta bull sem ég var að gera þarna áður, þú veist, þá væri ég heldur ekki að sem ég er í dag og þú veist, ef ég hefði ekki verið í þessu óbyrgssambandi það, því ég er ekki, þú veist, litið við Markus, eða þú veist, mér finnst bara allt einhvern veginn vera, þú veist, ekki endilega karma þannig, en eitthvað, já, meant to be, einhvern veginn bara svona, þú veist, ég hefði ekki verið þarna ef ég hefði ekki gert þetta og ég hefði ekki, þú veist, þetta, þú veist, allt þetta, sko, þannig að, þú veist, og já, þannig að ég veit ekki, mér fannst allavega að hjálpa þeim tíma þegar ég byrjaði að lyfja honum til að sofna og ég nýlega byrjaði aftur ekki samt að sama skammti og mér finnst það aðalega til þess að hjálpa mér að sofna á kvöldin og jú, mér finnst ég halda betur athygli við hlutina sem ég er að gera. Ég er kannski með 12 hlut að gera og ég næ að fara að halda athygli við hlut 1 áðurinn fyrir 2, annars var ég ofta að gera bara 12 í einu. Þannig að, já. Einmitt. Já, þetta er alltaf áhugavert með, sko, það er meira þess að heil þáttur ADHD og heilsu hérna í hlaðvarpinu og mér hefur alltaf fundist þetta svo áhugavert af því að þeir sem eru með ADHD, þeir eru svo drífandi og sko, hvatvísin hefur nefnilega kosti. Já, einmitt. Þannig að það má ekki líta á þetta sem eitthvað, þess vegna er svo fallegt þú segir að þú vildir ekkit endilega að fengi greininguna fyrr. Nei, þess að segja, ég sé ekki eftir að hafa gert þetta, skilur og ég ætla að veita að ég er ekki með neina svona eitthvað líkamlega kvill, ég held allavega ekki eftir allt þetta og ég lít líka bara á þetta svona, þú veist, já sem reynslu og bara svona, þú veist, dæmi það að ég allavega hef getað unnið undir álegi, allavega, þú veist, það ég hef sagt, þú veist, þannig að já, maður sé aldrei eftir neinu, sko, þetta er alltaf ekki neina lærtómur. En mér varst pínu áhugavert þú sagðir að þú hefði bara svona verið með svona ákveðin félagskvíða, hefur aldrei upplifað það tengt þegar þú ert að deila á samfélagsmiðlum? Nei,
það mjög skrítið félagskvíði með félagskvíðinu og samfélagsmiðla, sko, þetta þú veist, það bara vegna sem ég ekki með neina tilfinningu fyrir því að það sé fólk þarna bakvið sem horfir á stóri og og líka að því ég var út í Þýskalandi, það var, þú veist, það var bara einhvern veginn stutt eftir að 2016 eða eitthvað, þú veist, ég kom til Íslands og allt í einu sá ég bara að ég var þekkt, þú veist, eða einhverjir sem ég þekki ekki þekktu mig, þú veist, ég alltaf aldrei verið þannig og þá fannst mér það svolítið skrítið, þá var ég svolítið feimin, eða þú veist, svona eitthvað, þú veist, og mér finnst það svo skrítið og en núna í dag, þú veist, þegar ég sé bara einhvern veginn, þú veist, ég bara það bara eitthvað svona, eitthvað tala, þúsundir sem eru, þú veist, horfa og og gera, en ég ekki með tilfinningu fyrir því að þetta séu þúsundir manns sem að hafa ekki verið að horfa á mig, vera að gefa bátninu brúst eða vera bara eitthvað, þú veist, whatever, skilur þú veist, eitthvað skrítið. Þannig að það já, en og mér hefði örugglega finnst þetta erfiðara líka ég var að gera þetta í alvöru fram fólk, en ég líka, þetta samt eitthvað sem ég tók líka mikið á í bara sjálf, þú veist, þegar ég var, eins og ég segja með crossfit, sko, því ég fór inn í crossfit box og bara gjörsamlega get ekki hort, þú veist, alltaf erfitt líka með að horfa í augun á fólki og orðins betri núna en mér finnst það erfitt en og að ég tók mig bara á, þú veist, að ég kem bara inn og ég manneskjan sem ekki feimin og ég manneskjan sem ekki hrædd við, þú veist, að tala fólk og það virkar miklu betur, þá allir bara lalala og þú veist, þá bara einhvern veginn, hvað segir, þú veist, fake till you make it en ég samt ekki, þú veist, ég ekki beint að fake þetta en ég samt, þú veist, að fake þetta, þú veist, þetta bara svona, þú þarft að ýta þér áfram og þá, þú veist, þá virkar það og ég oft þannig líka núna þegar ég kem inn í fjölda, sko, þú veist, þá kem ég inn og ég fyrsta sem að, þú veist, já, þú veist, ekki beint, ég segi alveg, þú veist, halló, skilur, þú veist, og en áður fyrir, þú veist, þægilegast finnst mér að labba bara inn og horfa niður og, þú veist, og ég líka einhvern veginn sé ógeðslega illa út undan mér, ég veit ekki hvort ég veit ekki hvað, mjög oft eða hvort ég hafi bara einhvern veginn þróað með sjálfur mér gegnum árin, en oft bara ef það einhver hér og hér, ég bara tek ekki eftir honum og ég tek ekki eftir hlutum og mjög óathugul einhvern veginn þannig, sko, þannig að en já, þannig að þetta eitthvað svona þetta mjög skrítið, þú veist þetta allt mjög skrítið, ég reyni bara ég kem líka bara einhvern veginn fram eins og ég veit að fólk líka vill að ég komi sko fram ekki beint fyrir til að geðast þeim heldur, sko, að þú veist, ég veit að þegar ég segi frá okkur erfiðu, þá eitthvað sem tengi við það, þannig ég ætla að segja frá því, þú veist, mér langar kannski ekki að segja frá því, en ég veit að getur hjálpað þeim og mér líður betur á því, og mér líður líka betur þegar einhver annar segja mér, skilur að, þú veist, að þessu sem spórum, sko við, þannig að þetta voðalega skrítið allt saman, sko, en já, mér finnst það margt af þessu líka bara að hjálpa mér, hjálpa öðrum sem hjálpa mér, einhvern veginn, skrítið. Nei, bara skemmtilegt. En hvað framundan hjá þér? Framundan? Það bara svona, hvað framundan? Ég náttúrulega að vera í orlofi núna og Nýbúin að skýra? Ég nýbúin að skýra, strákið minn. Ég betur hvað núna februar, ég náttúrulega alveg bara að stunda mér tíma í reglu. Við hefum eftir að vera hérna í viku viðbót og svo bara, þú veist, eitthvað, svo komum við allavega í júlí aftur og verðum í næstu mánuði á Íslandi. Það verður ekki ekki. Þannig að, þú veist, það eiginlega eina sem eitthvað svona planað fast, þú veist, að vera bara eitthvað, þú veist, í orlofi saman núna og svo byrjar svo byrjar ég að vinna aftur núna í loki júlí og þá tekur Markus við og verður í 6 mánuði, orlofinu. Æ, frábært. Já, þannig að, já, það bara að halda fram einhvern veginn já, græja og gera og díla við 2 ára gamalt barn og 3 mánaða gamalt strákinn minn og halda fram að vinna og já, verða betri einstaklingur og líta fram á við. Yeah. Svona, þannig að En hvernig leggst í þig að fara aftur að vinna með 2 lítil? Bara, þú veist, fínt, sko. Eða, þú veist, ég meina þegar þau eru rosa líbó hjá mér, sko, með home office, það eitthvað sem ég vildi óska þess að vera aðeins kannski meira hér, en þú veist, úti bara standard að þú setja að vinna heima 50-50, sko, eftir COVID. Það var líka bara hjá okkur bara alveg lockdown, þú veist, maður fór ekki á skrifstofan í rúmt ár, meira en ár. Og núna, þú veist, Markus að vinna, hann fer 2 í viku í vinnuna og 3 daga hann heima, svo hann getur farið með Elís og leikskólan, ég heima með Aron og þú veist, og ég veit að hjá mér hann líka þannig og meira þess að líka þegar ég byrja að vinna, þú veist, þá ég alveg með þann möguleika að vinna heima oftar ef hann þú veist, ef ég með hann þá brjósti eða eitthvað svoleiðis og hann að, þú veist, ég alveg bara, þú veist, núna í augnablikinu ég ekki tilbúin að fara að vinna aftur en hann þú veist, ekki 3 mánaða, sko en ég held að bara þegar að koma að því, sko, þá sé ég alveg bara til í það, ég man allavega með Elísu, þá var ég bara, jæja, nú er ég tilbúin að fara að vinna, þú veist, eftir svona
9 mánuði og ég byrjaði eitthvað eftir 11 mánuði eitthvað, þú veist, að vinna aftur en þú veist, eftir 9 mánuði var ég bara eitthvað já, þetta komið gott af því að, þú veist, að vera bara að hugsa brjóstakjöf og láta köpið mig og eitthvað, þú veist, og skiptum bleim en, þú veist, ég elska að vera mamma fyrir börnin mín en ég samt líka annað, þú veist, ég skilgrein mig ekki bara sem mömmu, ég líka, þú veist, verkfræðingur, mér finnst gott að nota hausinn minn í flókna hluti og svo náttúrulega finnst mér líka mjög gaman að vera samfélagsmiðlum, hafa tíma fyrir það og allt þetta, þú veist, þannig að og mér finnst eins og, þú veist, vinnan mín, ég ekki, þú veist, það sem oft, það líka svona önnur umræða þegar fólk talar draumavinnuna sína og draumavinnu hitt, að, þú veist, margir eru kannski, ég segi kannski óhugsamir, en eru hugsa bara svona og byrju, ég eitthvað, þú veist, brenni ég fyrir það sem ég að vinna fyrir og, þú veist, ætti ég að vera að leita mér eitthvað draumavinnu, eins og ég mér, þú veist, vinnan mín, ég í vinnunni minni ekki vegna þess að ég að brenna fyrir bílaðina en bara alls ekki, en ég bara með rosalega stöðuga vinnu, mér finnst vinnufélagið mér frábærir, mér finnst mjög gaman að vinna með þeim, mér finnst gaman að gera það sem ég að gera og ég í þannig vinnu að þetta veitir mér þann sveigjanleika ég hef tíma til að gera hluti sem ég elska, hluti sem ég brenn fyrir, hluti sem ég ástríði fyrir, þú veist, ég til dæmis elska dýr og þú veist, það væri ótrúlega gaman að vera að hugsa einhver lömb 15 tíma á dag en það ekki alveg realistik fyrir ef ég ætla að eignast fjölskyldu og ég get ekki verið í 8 to 5 vinnu að klappa lömbum og þú veist, og allt fylgir þú veist, það kannski, ég veit ekki, þú veist, það náttúrulega fullt af hlutum sem ég brenn fyrir, mér finnst bara já, ég með áhuga á mjög mörgum hlutum líka, mjög stóru sviði og mér finnst ótrúlega gaman að geta verið í vinnu þar sem ég, þú veist, ég nota hausinn mjög mikið í verkfræði vinnu minni en þetta samt ekki eitthvað, þú veist, það enginn að fara segja mér að það hef einhver verið með, þú veist, passion að vera í skrifstofu vinnu skiluru allir sín ævi, þannig séð. En mér finnst mjög gaman að því sem ég að gera og ég með þennan sveigjanleika og bara frábært fólk og ég með góð laun og fæ marga frídaga og allt svo auðvelt í kringu það og ég hef þá nægan tíma til þess að vera með fjölskyldu minni og gera hinna hlutina, sinna samfélagsmiðlum og allt hitt. Klappa lömbum að ég vil skilur þannig að, já. Bara fullkomið. Já, akkurat. Þannig ég er alveg spennt að byrja aftur sko, þegar ég byrja. Gekja. Mér langar kannski enda bara smá að því að við erum nú báðar í samstarfi við heilsuhilluna. Já. Að kannski bara svona, eitthvað svona, átt eitthvað uppáhalds? Uppáhalds vöru? Já. Fyrsta sem þetta átti í hörundar Nutrileng. Já. Nota það mjög mikið. Náttúrulega, okkur Better You, náttúrulega minn úðan er náttúrulega allir. Better You minn úðan sprayið. Þeir eru náttúrulega bara geggjuð og þetta bara fyndi að ég var hjá pappa mínum sem að þarf mjög mikið að auka D-vitamin neysluna sína og hann var að segja mér eitthvað fyrir mánuð í e-mailum og hann bara, já, hann finnst svo erfitt að gleypa töfluna sína og ég bara eitthvað, þú verður að fá spray, bara hvað spray, þú veist, og ég kom með gær bara með spray handónum, bara sjáðu, spraya einu sinni upp munna og hann bara, já, ok, jú, þetta er tala svolítið auðveldara, skilju, þannig að, já, allir munnuðarnir og líka bara, þú veist, til þess að koma upp í börnin og allt það, líka Aron með, og Elísa líka með sín spray og svo Nutrileng finnst mér bara, ég hef alltaf, ekki alltaf, náttúrulega, seinustu 6-7 ári við reglulega verki í hægri hnénu mínu og mér finnst það Nutrileng alltaf hjálpa mér að halda því niðri. Ég fekk líka til dæmis á meðgöngunni mjög mikið verk aftur í hnéð og byrja þá bara aftur að taka bara alveg bara hverjum degi bara mjög, þú veist, reglulega og þá fór hann, þú veist, þannig mér finnst að halda því niðri og ég veit að það verður hjálpa mjög mörgum og mömmu minni líka með hjáverkið þannig ég held að það sé líka til dæmis bara frábæra vara. Já, ég alveg sammála. Já. Þetta það sem ég nota svona mest deila. Já. Einmitt. Og svo líka New Nordic vörnar, minnst það er svo geggjar. Já, magnesium líka frá þeim, æði, alltaf með það. Já. Og svo erum við mjólkursýrugerla frá Probi Mage sem eru sko þeir með Probi female blöndu sem ég finnst líka geggju sérstaklega í fæðingu. Það er sko mjólkursýrugerla með C-vitamin og járni og fólínsýru. Þannig þú veist, þetta er bara akkurat bara fyrir konur bara á barninu aldri, þú veist, hvort sem ég sé, þú veist, og eftir fæðingu ég var svo lág í járni, þannig þú veist að auka járn, þá verið að taka skilja Probi female sem sagt með járninu og auka járn í sprayinu, þú veist, og það var bara, þú veist, og náttúrulega mjólkursýrugerla sem ég finnst alltaf mest að taka, sko, þannig að, já, þannig að það er líka svona einu upp á svörunum mínum. Já, en bara geggja, er eitthvað að lokum, er eitthvað sem að við erum búin að fara rosalega margt vákað við fórum bara eitthvað sem þetta ekkert í hugum allum, en ég get talað svo mikið að ég vona að þetta hafi alltaf verið ágætlega skipulagt. Nei, bara þú veist, takk fyrir að hafa mig, það var bara gaman að koma. Hvað er klukkan heila? Erum búin að vera, já, við erum búin að vera næstu 1,5, ekki? Já. Nei, bara ótrúlega gaman að fá þig og ég veit að þú ert með mjög tight schedule, það er bara Klukkan 14:20 og mæta klukkan 15 á næsta stað. Eins og þér einni er lagið að hafa nóg að gera,
en bara vel skipulagð. Já, ég langar líka alltaf bara að gera alltaf mjög oft, vinnin mín bara hvað langaði ekki bara að koma til Íslands og vera bara ekki með neitt planað, ég bara nei, vegna þess að þá mun ég alltaf upplega senast daginn og ég ekki búin að ná að hitta fólk sem langaði að hitta. Þannig að ég bara 2 vikum áður en ég kem bara, jæja, þið getið þið verið laus 14. febrúar fyrsteginum eitthvað, þú stið eitthvað. Þannig að, já, mér finnst gaman að skipulega geta svona og svo ég geti hitta alla og svo ég hafi sem mest út í tímanum. Já, ég heyri að fjölskyldu og vinir skipta þig miklu máli. Já, algjörlega. Já, bara, þegar ég á Íslandi þá það er bara fyrir mér must að geta hitta alla og þá er bara minni tími til að chilla og ég er að chilla þegar ég er með fjölskyldum mínum og vinnum. En bara enn og eftir, takk fyrir að koma. Já. Og ég hlakka til að fylgjast áfram með þér. Já, takk fyrir það sem leiðis. Mér langar að hvetja alla sem er á Facebook að finna Facebook-hópin sem heitir nú bara einfaldlega með lífið í lúkunum hlaðvarp. Þar setja oft inn á baku tjöldin hver er að koma í viðtal á næstunni og svona, eða við hver ég var að spjalla. Og þar koma þættirnir líka stundum inn degi fyrir eða jafnvel 2. Og svo þeir sem eru á Instagram, ég hveti ykkur að sjálfsögðu til þess að fylgja Heilsuerla á Instagram.